Þá ætla ég að setja hér fund bæjarstjórnar Grindavíkur númer 470 sem haldinn í bæjarstjórnarsal og hefst það núna klukkan 1700. Nú hingað eru allir mættir ásamt tveimur sviðsstjórum sem ætla að fara yfir nokkur mál með okkur. En fyrsta mál á dagskrá eru reglur Grindavíkurbæjar sérstakan húsnæðisstuðning. Þessar reglur hafa verið teknar fyrir í bæjarráði til umfjöllunar en í maí á síðasta ári að þá samþykkti ríkisstjórnin og Samband íslenskra sveitarfélaga samkomulag að endurskoða verk- og kostnaðarskiptingu milli þessara aðila vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur og leið að það eru settar leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytisins þennan stuðning og það hefur verið unnið út frá þeim og Nökkvi sviðsstjóri ætlar að fara yfir og kynna málið sem verður síðan til umræðu hér á eftir. Gjörðu svo vel, Nökkvi. Já, svo forseti kom fram á þá fjallar nýja reglur sérstakan húsnæðisstuðning þær munu leysa af hólmi það sem áður voru sérstakar húsaleigubætur og voru valkvæðar hjá sveitarfélögum en Grindavíkurbær setti slíkar reglur fyrir mörgum árum og hinnar almennu húsaleigubætur sem voru og hétu eru ekki lengur til. Frá og með áramótum voru sett ný lög húsnæðisbætur og samhliða voru gerðar breytingar á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og þar sett ákvæði sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélaga. Sum sé. Húsnæðisbæturnar eru núna á hendi ríkisins og sérstakur húsnæðisstuðningur á hendi sveitarfélaga. Og sveitarfélaga hafa ekki val það hvort þau taki slíkan stuðning upp, heldur þeim skylt að gera það. Þau ákvæði sem komin í lögum félagsþjónustu sveitarfélaga eru þá svohljóðandi: sveitarfélög skulu veita sérstakan húsnæðisstuðning í samræmi við nánari reglur sem að sveitarstjórn setur og það eru þær reglur sem liggja á borði bæjarstjórnar. Síðan skulu sveitarfélög einnig veita foreldrum eða forsjáraðilum 15 til 17 ára barna sem leiga herbergi á heimavist eða námsgörðum vegna náms fjarri lögheimili húsnæðisstuðning. Það nýtt ákvæði í þessu húsnæðisbótakerfi og það lagt á sveitarfélögin að veita slíkan stuðning. Að síðustu segir að ráðherra skuli höfðu samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga gefa út leiðbeinandi reglur til sveitarstjórna framkvæmd stuðningsins. Þær reglur voru gefnar út 30. desember 2016. Það sem kannski skiptir mestu máli í þessum reglum sem liggja frammi eru náttúrulega, það eru að tæpa hérna á einstökum greinum. Í fyrstu þá eru þetta hin almennu skilyrði þess að fá sérstakan húsnæðisstuðning frá sveitarfélaginu. Það þá í fyrsta lagi að umsækjandi skuli búa í samþykktu íbúðarhúsnæði á almennum leigumarkaði í Grindavík. Þetta undanskilur í sjálfu sér leigjendur í félagslegu leiguhúsnæði og helgast það þá af því að leigan þar niðurgreidd fyrir og þá má segja að sveitarfélagið sé að veita sérstakan húsnæðisstuðning þá þegar. Síðan það skilyrði að umsækjandi hafi fengið samþykkta umsókn húsnæðisbætur frá Vinnumálastofnun. Það forsenda þess að eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi frá sveitarfélaginu að búið sé að samþykkja umsókn húsnæðisbætur frá ríkinu, það Vinnumálastofnun. Síðan þarf umsækjandi að vera orðinn 18 ára á umsóknardegi og eiga lögheimili í Grindavík. Og síðan koma ákvæði tekjumörk, annars tekjumörk og hins vegar eignamörk. Þetta eru almenn skilyrði og eru úr leiðbeinandi reglum ráðuneytisins. Síðan það sem skiptir máli í reglunum auðvitað fjárhæðir sérstaks húsnæðisstuðnings sem eru í 4. grein og þar ber að geta þess að samtala húsnæðisbóta frá Vinnumálastofnun ríkinu
og sérstaks húsnæðisstuðnings sé að hámarki 70.000 krónur. Þetta er hækkun frá því sem var, ef við horfum í gamla kerfið, þar var hámarkið 60.000 krónur. Síðan er annað ákveð hámark, sem sagt samtölu húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings, en hann má ekki fara upp fyrir 75% af leigu fjárhæð. Þriðja lagi, þá eru greiddar 700 krónur á hverjar 1000 krónur í húsnæðisbætur. Og síðasta atriði sem skiptir máli í þessu sambandi er að lágmarksframlag leigjanda til leigunar skuli vera 60.000 krónur. Þetta er sem sagt sérstakan húsnæðisstuðning sem kemur ofan á húsnæðisbætur frá ríkinu, Vinnumálastofnun. Varðandi ákvæðin húsnæðisstuðning í þágu 15 til 17 ára barna sem í námi utan fjarri lögheimili. Þau ákvæði sem skipta þar máli fjárhæðir er að sem sagt hámarksstuðningur eru 20.000 krónur. En hámarksstuðningur takmarkast líka af 60% af leigufjárhæð. Og síðustu, lágmarksframlag til leigunar eru 10.000 krónur. Í 5. grein er tekjutabla sem sagt sem var inn í leiðbeinandi reglum og eins og segir í greininni að tekjur undir neðri tekjumörkum miðað við fjölda heimilismanna skerða ekki rétt til sérstaks húsnæðisstuðnings en hann fellur niður við efri tekjumörk og skerðist svo hlutfallslega samkvæmt töflunni. Ég er ekki viss að það sé vert að minnast á fleiri ákvæði í þessum reglum, semst allavega ekki í kynningunni, en ég mun fús svara þeim spurningum sem að mér er beint. Takk fyrir þessa yfirferð, Nökkvi. Ég gerir ráð fyrir að fundarmenn vilja örugglega ræða þessar reglur og þau ákvæði sem Nökkvi er búin að fara svona sérstaklega yfir. Mér langaði bara að gauka því að fór nefndin eitthvað yfir þessar reglur, félagsmálanefndin, og þessar tillögur og þessar upphæðir eru þá frá nefndinni. Ok, flott. Þá ætla ég að bjóða orðið laust. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að lýsa ánægju minni með þessar reglur og þessa breytingu á veitingu húsnæðisbóta hjá ríki og sveitarfélögum. Mér langaði sérstaklega að vekja athygli á þeirri stefnubreytingu sem á sér stað í þessu húsnæðisbótakerfi. Það sem skref er tekið til þess að jafna stöðu foreldra við sambúðarslit. Þannig á ekki einungis lögheimilisforeldri rétt á húsnæðisbótum, heldur einnig svokallaður umgengnisforeldri. Með því skilir að barnið eða börnin búi í húsnæði þess í að lágmarki 30 daga á ári. Þetta er í raun gríðarlegt réttlætismál og hefur verið í umræðunni lengi misjafna stöðu foreldra við sambúðarslit, rétt til dæmis barnabóta, húsnæðisbóta og öðru slíku. Þar sem við erum alltaf að færast fjær og fjær því gamla fyrirkomulagi sem var í raun að annað foreldri hefði í rauninni mesta umgengni við börnin en hitt foreldri mun minna. Nú er þetta alltaf að breytast meir og meir og verður kerfið að fylgja því eftir. Í leiðbeinandi reglum sem lagðar voru fram kom það ekki skýrt fram hvort þetta ætti einnig við sérstakan húsnæðisstuðning eða ekki. En ég tel það mikilvægt að sveitarfélög fylgi fordæmi ríkisins og hafi það skýrt tekið fram í sínum reglum hver skilgreiningin á heimilismönnum sé og fylgi þar stefnu ríkisins. Því vil ég leggja fram eftirfarandi viðbót í rauninni við, það er þá 4. grein í 3. kafla reglu Grindavíkurbæjar sérstakan húsnæðisstuðning.
þar sem fjallað fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings, að þar komi inn eftirfarandi grein sem nánast öll, eða allan að skilgreiningin tekin bara beint úr lögum húsnæðisbætur. Og hún gæti þá hljóðað eftirfarandi: Fjöldi heimilismanna hefur áhrif á fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings. Til heimilismanna teljast þeir aðilar sem eiga lögheimili í tilteknu húsnæði. Að auki, samanborið 10. grein laga húsnæðisbætur nr. 75 frá 2016, teljast börn búsett á lögheimili sínu sem og í íbúðarhúsnæði þess foreldris eða forsjáraðila sem þá ekki lögheimili hjá, enda dvelji barnið hjá foreldrinu eða forsjáraðilanum í að lágmarki 30 daga á ári, samkvæmt samningi umgengni sem sýslumaður hefur staðfest, samanber 5. málsgrein 46. grein barnalaga, úrskurði sýslumanns umgengni samkvæmt 47. grein sömu laga, dóm eða dómsátt. Telst barnið þá sem heimilismaður hjá báðum foreldrum sínum eða forsjáraðilum til 18 ára aldurs. Þannig já, eins og ég sagði þá, legg ég til að þessi grein bætist við 4. grein í 3. kafla hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Hér þá komin tillaga breytingu á þeim reglum sem liggja fyrir. Við ræddum þetta aðeins á bæjarráðsfundinum sem var í síðustu viku þegar við tókum þessar reglur inn fyrst. Þar að segja eftir að félagsmálanefnd var búin að fara yfir þær. Mér finnst þetta mjög skiljanlegt sjónarmið, en við ræddum þetta hjá mér, eða hjá okkur í gær, og þar voru svona ýmsar vangaveltur uppi. Við vitum að við þurfum að samþykkja þessar reglur og við þurfum að afgreiða þær helst núna. Það stóð svolítið í okkar fólki þessi kostnaður sem óljós við þetta ákvæði sem Marta að leggja hérna til. Við vitum ekki nákvæmlega á þessum tímapunkti hversu stór hópur þetta og það eru svona skiptar skoðanir þetta. Ég hefði viljað, ef ég segi bara fyrir mitt leyti, ég sammála þessum hugmyndum, ég sammála því að við þurfum að fylgja þróuninni og að sjálfsögðu stuðla að því með öllum mögulegum hætti að börn geti verið á báðum heimilum hjá foreldrum sínum. En það spurning hvort að hægt verða að taka þessar reglur upp síðar þegar við höfum meiri upplýsingar kannski hvað erum við að tala stóran hóp eða hvað erum við mögulega að sjá fram á mikla kostnaðaraukningu við þessa viðbót. En ég nú bara svona segja eitthvað það sem við vorum að ræða í gær og það sem brennur á okkur varðandi þessa tillögu Mörtu sem mjög góð. En ég ætla að bjóða orðið laust, það vilja örugglega fleiri tjá sig reglurnar eða tjá sig þessa tillögu sem Marta að koma með, gjörðu svo vel Ásrún. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka sviðsstjóra vinnuna og þessa yfirferð hérna áðan. Það að reifa þessar reglur lítillega. Mér finnst það sérstaklega mikilvægt fyrir þá sem að heima sitja og horfa. Mér fannst áhugavert og mikilvægt að sveitarfélögin skuli eiga svona ákveðið samtal varðandi og sérstaklega þennan ramma varðandi kostnað og tölur og það náttúrulega bara mikilvægt að við séum svona með svipaða línu hérna á Suðurnesjum. Við fulltrúar, við ræddum þetta líka á okkar bæjarmála fundi í gær við fulltrúar Framsóknar þessa tillöguna Mörtu og við viljum styðja hana og við erum sveitarfélag sem hefur alla burði til að vera leiðandi í þessum efnum og þetta er náttúrulega bara ákveðið réttlætismál eins og kom það fram. Veist þú Nökkvi, við rennum náttúrulega blint í sjóinn varðandi kostnað en maður hugsa svona, getur maður þá tekið ákvörðun það hér að við skoðum þetta og Ég treysti ekki til að geti neitt til kostnaður þar þetta ákvæði. Já, allavega, við viljum sjá þetta inn í þessum reglum. Takk.
takk fyrir þetta, Ásrún. Eins og ég sagði þá er ég mjög sammála því að við þurfum að passa upp á að það ríki sem mest jafnræði á milli þeirra sem eru að sjá fyrir börnum og koma þar upp aðstöðu og öðru sem fylgir því. En svo ég segi aftur að ég er mjög hlynnt að við höfum einhvers konar ákvæði og ég meina að Grindavíkurbær yrði brautryðjandi í þessum reglum af því að eftir því sem ég best veit að þá er ekkert sveitarfélag með þessi ákvæði inni núna. Ég fullyri það ekki en ég var að spyrjast fyrir það áðan. Hins vegar finnst mér þætti rosalega gott áður en við tækjum ákvörðun að setja eitthvað svona inn í reglurnar okkar að vera kannski búin að gera einhverja forvinnu. Og þá er ég að segja að ég væri sannarlega til að taka ákvörðun það kannski ef það lægi frekar upplýsingar fyrir. Mér finnst við að vera að fara að taka ákvörðun að setja eitthvað í reglur sem við vitum í raun og veru ekki hvað það þýðir fyrir okkur. En það eru örugglega fleiri sem hafa skoðanir á þessu máli og Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við í Sjálfstæðisfélaginu ræddum þetta í gærkvöldi og líst mjög vel á að taka þessar reglur upp sem hér hafa komið fram og ánægð með að ríki og sveitarfélög hafi komið sér saman að breyta fyrirkomulaginu. Okkar skoðun sú að við erum að setja hér reglur í fyrsta skipti og reglurnar eins og það liggja hér fyrir utan þessar breytingartillögur sem hér kom fram eru eins hjá öllum sveitarfélögunum á Suðurnesjunum og í raun og veru víðast hvar land. Ég veit ekki neitt sveitarfélag sem hefur tekið upp þetta frávik eða þessa viðbótar tillögu sem hér liggur frammi. Við viljum sjá þetta kerfi fara á stað áður en við förum í útgjaldaaukningu sem við vitum ekki hvað þýðir. Við erum að fara á stað í nýtt kerfi og mér og okkur þykir eðlilegast að sjá hvernig þetta lítur út fyrir fjárhag bæjarins áður en við förum að útvíkka reglurnar ennþá frekar. Þessi viðbótartillaga snýst það að það foreldri sem ekki með barnið dagsdaglega en 30 daga á ári helgar og aðeins meira, 30 daga á mánuði á ári, fái stuðning líka og við viljum bíða með þá tillögu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Halli og gjörðu svo vel og svo Marta. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Eins og Ásrún kom inn á, þá ræddum við þetta hjá framsóknarmenn í gærkvöldi og komumst nú að þeirri niðurstöðu voru nokkuð sammála það að þetta væri bara mikið sanngirnismál og ég leið ég kannski þakka þessa vinnu varðandi þessar reglur, smíði þessar regluvirkis að þá getum við ekkert afsakað okkur með því að þetta sé ekkert annað sveitarfélag með þetta í sínum reglum. Það eru öll sveitarfélög í sömu sporum og við þessar mundir að smíða þessar reglur og ég var nú þarna inn á Alþingi þegar þessar reglur voru eða þessi lög voru sett og það var nú einmitt í anda umræðunar þar að eins og málið eru að þróast mikið að þá er orðið sameiginlegt forræði. Krakkar eru jafnmikið hjá hvoru foreldri, ýmist er það bara til jafns eða misjafnlega mikið. Þannig að þessi breytingartillaga er alveg í takt svona við umræðuna sem átti sér stað þar. Bæði inn í nefndinni þar og í þinginu og þannig að þetta er nú einu sinni gróf áætlun. Ég held að þessi áætlun sé nú ekki það nákvæm, þessi kostnaðar áætlun að það skipti þarna sköpum, hvort að þessi hópur sé með. Og ég lýsi vonbrigði með að það hafi ekki verið skoðað í
hjá þessum ágæta hóp að koma með einhverja kostnaðaráætlun það. En hvað það? Ég fagna því að meirihlutinn tekur jákvætt í þessa tillögu, þessa breytingatillögu og ég heyri ekki annað að þó þeir ætla að fella hana núna að þeir ætli að meirihlutinn ætli að skoða þetta mál og ég bara treysti því, en að sjálfsögðu vona ég nú að breytingatillagan verði samþykkt og við skiljum ekki þennan hóp eftir. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Marta, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru 2 vikur síðan ég vakti máls á þessu atriði og á þeim skilningi mínum í rauninni sem væri strax að við myndum fylgja þeirri skilgreiningu sem lögð fram í reglugerðinni húsnæðisstuðning. Þannig að það hafði alveg verið nægur tími til þess að leggja fram búa eitthvað gróft kostnaðarmat. Fyrir mitt leyti var það samt eiginlega bara aukaatriði, ekki það að þessi aukaatriði hversu fjárhagsleg áhrif á Grindavíkurbæ, heldur þetta bara ákveðin stefna. Annaðhvort ertu samþykkur því að foreldrar sem deila og eru báðir sannarlega að sjá fyrir húsnæði fyrir börn fái jafnan stuðning eða ekki. Og þá það bara kostnaðar sem þarf að takast á við og Grindavíkurbær sannarlega stakki búin til þess. Þegar ég var undirbúin fyrir þetta mál þá fór ég vel yfir reglunar og yfir lögin líka. Og ég hugsaði með mér, já, það í rauninni óþarfi að leggja fram einhverja breytingatillögu. Og það sem það sannarlega í reglunum hjá okkur við ítrekað að vísa í lög 75/2016. Í skilgreinu okkar á stuðningi þá tölum við heimilismenn og ef einhver myndi spyrja hvað við heimilismenn þá væri vantilega farið í lögin og skoða skilgreininguna þar. Og þar kemur þetta alveg skýrt fram. Þannig að ég hugsa að ef einhver myndi láta reyna á þetta þó að þessi tillaga verði ekki samþykkt að það myndi sannarlega falla með þeim sem á þetta sækir. Þannig að mér þykir það mjög miður að þessi tillaga virðist ekki vera að fá meirihluta stuðninginn í bæjarstjórn. Og ég hugsa að þó að það talað önnur sveitarfélög, að þó að önnur sveitarfélög sé ekki að setja eitthvað sérstakt ákvæði inn að það var komið sérstaklega fram í einhver fréttaflutningi eða annar staðar að sveitarfélög sérstaklega samþykkja þetta að mörg þeirra séu með þessa skilgreiningu hjá sér á orðinu heimilismenn og hverjir falla undir það. Gleymum því ekki líka að hérna erum við að tala sérstakan húsnæðisstuðning. Við erum að tala þá sem eru í lægsta tekjuhópnum hjá okkur og þurfa sannarlega á stuðningu að halda hvort sem að þeir hafa endalum með lögheimili barnanna eða ekki. Takk fyrir þetta, Marta. Ég setti sjálf mig á mælendaskrá. Mér myndi endilega að við höfum bara tekið þetta fyrst upp fyrir viku síðan á síðasta bæjarstjórnarfundi. Ok, en það hefði sannarlega verið hægt að óska eftir kostnaðaráætlun grófri það hvað þetta þýðir fyrir sveitarfélagið. Ég er búin að segja það og sagði það áðan, ég er mjög jákvæð fyrir þessari tillögu. En ég myndi vilja að við myndum kannski aðeins ígrundana því að við erum að taka þessar reglur upp í fyrsta skipti. Við erum að samþykkja þær nýjar inn núna. Grindavíkurbær verður nú seint sakaður það að reyna ekki eins og hann getur að koma til móts við þá sem að þurfa á því að halda. Þannig að ég myndi kannski áður en ég tek þessa ákvörðun hafa eitthvað fyrir fram að mig. Einhvers konar upplýsingar. Mér finnst það bara ábyrgt að gera það og ég er búin að segja að mér finnst þetta sannarlega réttlætismál fyrir báða foreldra og fyrir börn sem hafa tvöfalda búsetu. Þannig að ég myndi vilja, við myndum skoða þetta aðeins betur, við myndum reyna að þreifa okkur aðeins áfram með það hversu margir eða hversu stór hópur kann þetta vera og þá getum við alltaf tekið reglurnar upp aftur. Þessar reglur eru ekki það er ekki ritaðar í stein, við getum tekið þær upp og breytt þeim eins og öllum öðrum reglum sem við tökum upp hjá okkur og höfum sett okkur. Orðið er laust, Marta, gjör svo vel, var ekki ykkur annar að gefa með merki? Nei, ok.
forseti ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessi svör. Þá langar mig að spyrja meirihlutann, er þá einhver lína ef það eru of margir sem myndi þá hafa rétt á þessu og kostnaður þá mikill, að þá væri þetta ekki réttanleg aðgerð að styðja þennan hóp fólks? Ég get svo sem svara fyrir mitt leyti. Nei, ég er ekki búin að gefa mér neitt upp hvort ég ætla að segja já eða nei ef þetta er einhver rosalegur hópur. Ég get svo sem, ég get ekkert sagt til það, en ég myndi samt vilja fá þessu upplýsingar. Ég myndi alveg vilja hafa þær fyrir framan með engu og síður. Við erum að fara af stað með könnun á húsnæðisþörf út af öðru máli og við hljótum að geta lagt í einhverja vinnu með það að athuga hversu stór þessi hópur er sem myndi falla þá innan þessa ákvæði sem hér er lagt fram til breytingar. Þannig að aðrir eru velkomnir í pontu að tjá sig. Gjörðu svo vel, Hjalli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun ekki samþykkja þessa viðbótartillögu að því sem hefur komið fram hérna. Mér finnst þetta mjög óljóst. Ég vil vita hvað slíkt kostar, en hins vegar loka ég ekkert fyrir það að það verði skoðað síðan í framhaldi. Við hljótum að taka bara ákvörðun þegar frekar liggur fyrir, bara upplýsingar varðandi þetta mál. Ég er með einhverjar spurningar sem að væntanlega kemur fram í einhverju vinnu varðandi þetta mál í sambandi við búsetu í þessu sveitarfélagi, öðru sveitarfélagi. Ég sé þetta ekki alveg fyrir, en ég er svona sem bara velta fyrir mér og það er hægt að skoða þetta allt eins með. Ég finnst mikið atriði að kostnaðaráætlun liggi fyrir, að við vitum eitthvað hvað við erum að samþykkja og hvað ekki. Þannig ég mun ekki samþykkja þessa breytingartillögu, en ég mun svo sem er alveg jákvæður fyrir að skoða málið í framhaldi. Takk fyrir þetta, Hjalli. Orðið er laust. Ef ekki fleiri vilja taka til máls, að þá er í rauninni það sem... Ég einu bara Já. Ef ég ætla að koma með aðra tillögu sem snýr ekki að reglunum sjálfur, heldur áfram málsins, er það tekið fyrir eftir að við erum staðfesta regluna eða ekki? Hvenær kemur svo? Sko, nú værum við þá að fara að bera upp breytingatillöguna þína og síðan reglurnar. Önnur tillöguna kemur það eftir það? Já, nema svo tillaga snúa því að breyta þeim reglum sem við erum síðan að fara að samþykkja. Nei, ok, þá myndum við bara taka atkvæðagreiðslu núna breytingatillöguna, að hafa þarna inni möguleika beggja foreldra, það sem að börn eru með tvöfalda búsetu, eins og við höfum farið yfir. Þeir sem eru sammála þessari tillögu sem Marta leggur fram, rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, rétt upp hönd. Ég er reyndar ekki á móti tillögunni sjálfur, en ég er á móti að við tökum ákvörðun að hún verði samþykkt á þessum tímapunkti. Þannig að breytingartillagan er felld með 4 atkvæðum gegn 3. En ég tek fram að ég er mjög jákvæð að við tökum upp þegar frekari upplýsingar liggja fyrir þennan hóp. Breytingartillagan er felld með 4 atkvæðum meirihluta gegn 3 atkvæðum minnihluta. Og ætlar þá að koma með bókun eða ætlar að koma með... Erum við tillögum þess að það er að taka afstöðu til, sko. Ok. Og þá tek ég fyrir reglurnar í heild, svo hægt sé að samþykkja þær og vinna út frá þeim. Við erum á bara síðustu forvöð að vinna út frá þeim, nýju reglunum. Þeir sem eru sammála því að samþykkja þessar nýju reglur sem við höfum verið að taka til umfjöllunar rétt upp hönd. Reglurnar eru samþykktar með 6 atkvæðum, þeir sem eru á móti, 1 situr hjá. Það eru 6 atkvæði, fulltrúi Samfylkingarinnar Marta situr hjá.
Þú ætlar þá að koma, Já. gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Er það bara jákvætt að fulltrúar meirihlutar séu allan tilbúinir að skoða þetta betur og leggja þá vinna að meta þessa tillögu áfram og taka þessar reglur til endurskoðunar. Það er oft hætta með svoleiðis afgreiðslur að það bara sofni og gleymist og það sé ekki gert. Þannig að því ég vilja leggja fram þetta tillögu að NAKVA, að sviðsstjóra félagsmálasviðs, verði farið að leggja fram kostnaðaráætlun til bæjarráðs innan 2 vikna. Þannig að hægt sé að skoða það, meta það og mögulega taka reglurnar aftur upp á næsta fundi bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta, Marta. Nökkuð, þú situr bara auðum höndum með það ekki? Hvað segirðu með 2 vikur? Er þetta raunhæft eða? Já. Er þetta orðalaust? Jú, ég bara var að spyrjast fyrir. Orðið er laust þessa tillögu sem hér hefur verið lögð fram. Gjör svo vel, Hjalli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Með jákvæðinu að skoða framhaldið, það er bara sjálfsagt. Að málið sofni, bara vil ég hvetja þig, Marta, að halda þig vakandi, en ég er ekki tilbúin til að samþykkja 2 vikur á sviðsstjórn okkar við að ná í þessar upplýsingar, setja honum einhver annmarka, ég veit hann vinnur vel, en hins vegar vil ég benda ykkur á, það er gríðarlegt atriði, enga síður að við vinnum þetta í samræmi við önnur sveitarfélög og vinnum þetta saman og vinnum þetta vel. Það er líka sem er hérna, ég sé nú ekki reglunum nokkuð, ég spyr bara hérna, varðandi búsetuskilyrði, árafjölda, Engin slík ákvæði. Engin slík ákvæði. Önnur spurning hérna úr pontu, hjá öðrum sveitarfélögum eru búsetuákvæði hjá öðrum sveitarfélögum. Hefurðu heyrt það? Ég veit að það nú ekki kannski búið að samþykkja þetta víða. Mér er kunnugt eitt sveitarfélag sem er með lögheimiliskröfu, en það er ekki nákvæmlega sveitarfélag. Já. Svo er mér kunnugt að það setja í skoðunar hjá öðru sveitarfélagi. Já, sem sé það er ekki... Sveitarfélagi er ekki með slíka kvöð í sína reglum. Ekki, þannig að það er ekki alveg... Þetta er eitthvað mismunandi. Þetta er allavega ekki einboðið að það sé... Einboðið að sé ekki. Ok. Og ég náttúrulega bara legg til að við skoðum þetta enn betur. En eins og aðrir hafa lýst hérna, ég lýsi ánægju minni yfir að við séum konum með reglur yfir þetta og reynum að sameina okkur í það og bara gerum vel við fólki eins og okkur ber. Takk. Takk fyrir þetta, Hjalli. Guðmundur hefur beðið orðið og svo Marta, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Samkvæmt þessu nýju reglum, þá ef einstaklingur flytur til bæjarins, þá getur hann strax dottið inn á þessar reglur. Við erum ekki að setja neinn skilyrði búsetu eða að vera búin að búa í sveitarfélaginu einhvern tíma. En mér finnst eðlilegast með þessar nýju reglur að við sjáum hvernig árið kemur út. Hvort að við þurfum að fara að bæta í fjárhagsáætlunina með viðauka eða hvort þetta sé lægri fjárhag. Áður en við förum að taka inn ný ákvæði. Þannig mér finnst eðlilegast að skoða þessar reglur í fjárhagsvinnunni í haust þegar við sjáum hvort það er fyrir að setja umræðinni í október eða nóvember hvernig þetta kemur út, hve miklu fjárhæð við þurfum að setja í þennan málaflokk. Hvort það sé einhver aukning eða svipuð fjárhæð eða lægri. Þannig að ég finnst ekki ábyrgðarhlut að fara að bæta inn nýja reglur á næsta fundi þegar við vitum ekki nákvæmlega hvað þessar reglur kosta okkur. Hvort þetta sé miklu meira heldur en við höfum haft hingað til. Við erum að setja mikinn pening og ekki það ég sjá neitt eftir því í stuðning til foreldra, barna og ég held að það sé heillavænlegast að taka sér skref ekki í allt of stóru stökkum til þess að þurfi ekki að bakka tilbaka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Marta, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, Nökkvi, viltu rifja upp með mér, í síðustu reglum hjá okkur, var þá skilyrði búsetulengd fyrir sérstöku stuðningi? Í reglum Sem eru þá fallur? Töldum reglum sérstakar húsaleigubætur var lögheimiliskvöð upp á 18 mánuði og víðast hvar í sveitarfélögum voru lögheimiliskvöð. Já, þannig að það voru kvöð lögheimili í 18 mánuði. Ég er mjög fylgjandi því að það hafi fallið tekið út og að meirihlutinn hafa samþykkt það. Við vorum ekki búin að greina neina kostnað bak við það. Það var ekki búið að kanna setja fram neina tölur áhrif þessara reglna á kostnaðarbreytingu hjá sveitarfélaginu. Þannig að það er bara þetta atriði sem situr í fólki. Hjálmar hvetur mig til þess að passa mig þá að málið sofni ekki, að ég passa upp á það og það er það sem er að gera með þessari tillögu. Ef ykkur finnst 2 vikur, ég er ekki sammála því að við þurfum að bíða fram í fjárhagsáætlun í haust til að meta þetta. Það breytist ekkert svo vinna við að meta fjölda þeirra sem mögulega myndu sækja þetta núna og í september, október. Jú, kostnaðaráhrifin af reglunum muni koma í ljós eins og þær eru núna, en þetta við erum að taka afstöðu til eins atriðis og mér finnst það ekki háð hinum atriðum hvort það sé samþykkt eða ekki. En ef þetta er spurning að 2 vikur séu of knappur tími fyrir Nökkva til þess að vinna gróft kostnaðarmat, þá vil ég endilega hvetja ykkur til að koma með breytingartillögu á þeim þann tíma. Og því að ef það bara fresta eða lengja í tímanum hvenær má koma fram eitthvað kostnaðarmat á þessu, þá er rosalega erfitt að passa upp á eitthvað sofningi þegar aðrir eru bara að reyna að svæfa. Takk fyrir þetta, Marta. Ég get talað fyrir mitt leyti að ég væri sannarlega ekki að reyna að svæfa þetta mál með því að reyna að fá aðeins lengri tíma til að meta áhrifin af nýjum reglum. Ég skil alveg það sem að Guðmundur var að segja, að skoða þetta miðað við út frá vinnu næsta fjárhagsárs, að þá sjáum við kannski betur í hendi okkar hvað falli til, en auðvitað er ómögulegt að segja. Það er ekki fyrir en við förum að skoða þetta betur. 2 vikur, 2 mánuðir, hálft ár, ég veit ekki hvað tími er hentur. Mér finnst sannarlega þess virði að skoða þetta. Ég er sammála því sem kom fram hérna áðan. Þetta er réttlætismál og auðvitað væri það frábært að Grindavíkurbær myndi ganga fram með góðu fordæmi fyrir þennan hóp, en ég myndi samt vilja bíða. Ég vil ekki að þetta mál sofni. Það er ekki minn vilji. Mér finnst þetta góð tillaga, þó sem hún komi frá minnihlutanum og við höfum nú reynt að temja okkur það hér í bæjarstjórninni að styðja góða tillögu saman hvað það koma. En ég myndi vilja að það lægi eitthvað meira fyrir. Ég myndi vilja skoða þetta aðeins betur. Þannig að þess vegna greiddi ég atkvæði sem ég gerði áðan. En hvaða tímarammi er hentur, ég skal ekki segja. 2 vikur eru örugglega frekar knappu tími. Ég þykist vita það að það sé örugglega alveg nóg að gera á þessu sviði, félagsþjónustu og fræðslusviði. En orðið er laust. Gjörðu svo vel, Marta. Ása, varst þú að réttbændi? Já, ég er svona aðeins upp það. Ok. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú er ég bara aðeins að reyna að lesa salinn og ég átta mig á afstöðu Sjálfstæðisflokksins. En ég er ennþá að reyna að átta mig á tillögu á málfræðinni Kristín Maríu og ég er alveg tilbúin að breyta þessu með tímamörkin. Þú bara spyr Nökkva beint, hvað myndir þú telja nægan tíma til að meta þetta áhrif þessa miðað við verkefnaálag sem er á þau núna? Ef ég á að gera eitthvað kostnaðaráhrif þá þarf ég að hafa eitthvað gögn og þessi gögn eru náttúrulega ekki til á sveitarfélögum. Ég er að fara óhefðbundnar leiðir fyrir gagnaöflun. Ég hugsa að það er við getum mögulega að fengja upplýsingar hjá Vinnumálastofnun hvaða bótaþegar þar eru að virkja þetta ákvæði og hvort þau séu líka hjá okkur. Og ég held að það væri ósanngjarnt annað en að ætla þessu einhverja mánuði, því að annars held ég að gögnin væri ekki mjög marktæk. Eins og ég hef sagt að þá líka, og Nökkvi segir núna, þetta er gríðarlega vinna að reyna að kostnaða með þetta að koma að því hversu margir þetta eru sem að myndu bætast við hópinn.
Veistu sirka hversu margir eru með sérstakan húsnæðisstuðning núna? Ég veit það eru 26 26 einstaklingar. í gamla kerfinu. Já. Þessi 26 einstaklingar. Og við erum að tala þá þá aðila sem falla undir þessi tekjumörk og eru með samningu það að börnin búi hjá sér 30 daga meira. Verður þetta það mikill fjöldi að þessi yrði hafnað? Viljum við geyma þetta svo lengi og láta nökkva fara í gegnum alla þessa vinnu? Eða fresta þessu máli 2 vikur, taka þá bara, við erum alltaf búin að samþykkja regluna núna, við tökum það ekki tilbaka, ræða þetta aðeins betur þá til að átta okkur á hvað er það sem er að stöðva þessa tillögu? Og hvaða gögn vill fólk og á nökkva fara í alla þessa vinnu á einhverjum tímapunkti til þess að þið fáið nægilega mikið af upplýsingu til að taka ákvörðun þetta. Og hvaða tímaramma viljið þið sjá eða á bara að fresta þessu fram til næstu 4 ára? Takk fyrir þetta, Marta. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við segjum bíðum aðeins, bíðum með þetta, látum ári líða kannski. En við erum að tala fólkið sem minnst hefur á milli handana. Við skulum hugsa það aðeins. Takk fyrir það, Ásrún. Já, ég er búin að hugsa það og þess vegna hef ég sagt það líka að mér finnst þetta sanngjörn tillaga, en ég myndi vilja sjá okkur tölur og ég myndi vilja sjá okkur áætlun með það, hvernig hún kemur til með að virka fyrir okkur, hversu stór er þessi hópur. En Guðmundur hefur óskað eftir orðinu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er í hvaða bæjarfulltrúar sem er í sjálfsvald sett hvort að vilji svæfa málið ekki. Ef einhver bæjarfulltrúi vill taka upp eitthvað mál, þá getur hann óskað eftir því á hvaða bæjarfulltrúarfundi sem er. Þannig að Marta þarf ekki að vera hrædd að málið sofni ef hún vill taka það upp. Það er hægt hvenær sem er. Þannig að það er ekkert sem sofnar bara af því að það sofnar. Það er ekkert ofbeldi í því að menn hendi frá tillögu sem að einhver bæjarfulltrúi vill taka fyrir á bæjarstjórnarfundi. Það er aldrei verið gert þetta. Og það er bara, það hefur hver á í bæjarfulltrúi heimild til að taka upp hvaða mál. Óskar til að sitja á dagskrá. En eins og ég sagði áðan, þá finnst mér eðlilegast að við sjáum hvernig þetta ár kemur út þar sem við erum hér búin að samþykkja. Við vitum það ekki ennþá. En mér finnst eðlilegast að við sjáum hvernig það kemur út. Og ég ítreka þá skoðun mín að mér finnst eðlilegast að við tækjum það þá upp í haust með við hvernig þetta ár kemur út, hvort við viljum bæta þessu atriðin eða einhverju öðru. Það eru örugglega fleiri spurningar sem vakna í framhaldinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Þetta er umræðan sem við áttum í gær. Ég fór af bæjarráðsfundi í síðustu viku og sagði það líka við Mörtu að mér finnst þetta góð tillaga. Við ræddum hana í mínu baklandi í gær og þar komum við okkur niður á þá niðurstöðu að við myndum bíða eftir frekari gögnum svo við gætum mögulega séð einhvern veginn í hendi okkur hvað áhrif þetta kæmi til með að hafa. Þannig að þetta er sannlega ekki bara ég sem stend á bak við þessa skoðun, en við erum hópur sem að tölum okkur niður á þessa niðurstöðu og mér finnst það allt í lagi að við bíðum aðeins. Þetta eru reglur sem við getum tekið upp aftur, þetta eru reglur sem við getum breytt. Þannig að mér finnst allt í lagi að við tökum bara eitt skref í einu og metum þetta þegar við sjáum betur hvaða fjárhagslega áhrif þetta kemur til með að hafa á okkur. Og þá þýðir það ekki að ég sé ekki hlynnt því að við séum með þetta ákvæði fyrir þá sem að minnst hafa handa á milli eins og að bent hérna á áðan.
En orðið er laust ef fleiri vilja taka til máls. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég get alltaf tekið upp og óskað þess að málið sé tekið upp aftur og aftur. En það mun náttúrulega ekkert breytast ef engin ný gögn liggja fyrir. Og málið mun ekkert vinnast áfram nema ég þarf að fá heimild frá bæjarráð eða bæjarstjórn til þess að fela Nökkva að afla þessar upplýsingar sem ykkur til í vanda. Þannig að ég ætla að, Jón, ef þú væri til að taka út innan 2 vikna. Það breyta breytingatillögunni eða er þetta önnur breytingatillöga? Nei, þetta er bara að breyta tillögunni minni. Svo skal ég ekki koma upp aftur. Þannig að tillaga mín hljóðar þannig sviðsstjóra félagsþjónustu og fræðslusins verði farið að meta kostnað við að taka breytingatillöguna inn í reglunar og málið tekið upp aftur í bæjarráði. Og það er engin tími. Hann getur gert það þegar hann er tilbúinn og tekið þann tíma sem hann þarf. En þetta þá komið heimild og í vinnslu og þá tekið afstöðu til þess núna. Ok, takk fyrir þetta, Marta. Þá er þessi 2 vikna tímarammi farin út úr tillögunni. Vilja einhverju taka til máls undir því? Þetta er alveg í anda þess sem ég er búin að vera að tala fyrir hérna á þessum fundi, þannig að þetta er tillaga sem ég get fyrir mitt leyti samþykkt. Það er spurning hvort að fleiri vilja taka til máls. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á grundvelli þess sem ég hef sagt hér áður að ég vilji sjá hvernig þetta kemur út fyrir árið, þá mun ég sitja hjá við þessi breytingu á tillögu hjá Martu. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Fleiri sem vilja tjá sig, gjörðu svo vel. Palli Jói. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér finnst nú meirihlutin ekki alveg tala skýru máli. Ef að Sjálfstæðisflokkurinn er allt í einu á móti því að þessar upplýsingar séu teknar saman, án þess að nokkur tímasetning sé í því, þannig að þá segir það náttúrulega að Sjálfstæðisflokkurinn er bara á móti þessu og ætlar sér ekkert að gera þetta. Verið bara heiðarlega og segið bara þið ætlið ekkert að gera þetta. Við skulum ekkert vera að þrefa þetta neitt. Þannig að við erum að setja hérna nýjar reglur og það kemur tillaga að skoða, að gera áætlun þarna ákveðinn hóp sem að greinilega misfóst í þessari vinnu. Ef við getum nú ekki verið sammála að láta taka það sérstaklega saman, auðvitað, ég gerir mig alveg grein fyrir því að svona eftir mánuðin þá sjáum við bara hvað þetta kostar í raun þessar reglur sem við vorum að samþykkja. Þá höfum við þá tölu, en mér finnst mjög jákvætt ef við myndum samþykkja að þessi tala yrði skoðuð svona til hliðar, þannig að við hefðum þá einhvern samanburð. 1 mánuð og kannski svo 2 mánuði. En ef að menn alfarið á móti þessar tölur séu skoðað sérstaklega, þá náttúrulega fella þér þetta bara eða sitja hjá. En ef við erum í raun sammála það að skoða þetta sérstaklega, þá skulum við bara samþykkja það. Við skulum ekki vera með neitt feluleik. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Jón Rut. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar Nökkva langar að spyrja, þarf ekki alveg nokkra mánuði fyrir umsækjendur að umsóknir að koma inn þannig að geti farið að skoða? Mánuður er það nokkuð raunhæfur tími? Er þetta ekki komið inn á einhverjum tíma svona umsækjendur? Þetta er náttúrulega nýja reglur, það koma náttúrulega
nýjir umsækjendur inn í þessar reglur? Það er væntanlega verða gamlir umsækjendur og einhverjir nýjir. Já. Ég mun og mitt fólk afgreiði þessar umsóknir og það liggur fyrir náttúrulega strax núna í byrjun febrúar hverjir eiga rétt, þá þekki ég þann hóp. En ég náttúrulega hef engin gögn það. Nei. Hvernig það er með börn og lögheimili og annars slíkt, þannig að ég þarf að finna leiðir til að komast að því. Einn möguleikinn er að fá þessar upplýsingar frá Vinnumálastofnun. Ég veit ekki hvort ég eigi rétt á það. Nei. Annars er eina leiðin að spyrja bara fólk í mig. Já, og það er náttúrulega ekki vitað, þú veist, eins og með, ef oftast í flestum öllum tilvikum eru það mæður sem eru að fá þessa bætur núna og þannig að það er væntanlega það feður sem eru, en þá þarf náttúrulega að vita hvar þeir búa þeir hér eða búa þeir annars staðar og þá eftir að skoða það þá hvernig það snýr á lögheimili og svoleiðis. Já, ég meina eftir 3-4 mánuði þegar hópurinn er orðinn stöðugur, einmitt. þá er hægt að kanna þetta, en ég er ekki með hér og nú hvaða leiðir. Nei, ég er alveg samþykkt í að komið þessari tillögu hjá Mörtu, ég er með samþykkt að þetta verið tekið fram upp í bæjarráði, en ég er held að það sé bara of snemmt og bara óþarf að fara að taka þetta upp eftir, eins og nokkuð segja, eftir 1-2 mánuð, þá er hann ekkert komið með skýrar tölur þetta og þetta tekur bara nokkur mánuð. Svona er bara þetta kerfi í þessu og þannig að ég held að það mun oflega vera, tíminn mun oflega vera þannig að það mun oflega lenda akkurat þegar við förum í fjárhagsáætlun að vinna. Þannig að ég mun styðja þessa nýju tillögu að þetta verði tekið upp í bæjarráði. En ég held að það bara svona, þannig sé nú ekki verið að leggja það mikið ofan á nökkva að hann þurfa að fara að grafa í því strax. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Nú þetta er eitt af hlutverkum okkar væntanlega, það er að kostnaðarmeta og skoða gögn og hvaða áhrif það hefur á bæjarsjóð og hvort þetta sé einhver stefna sem við viljum taka. En orðið er laust áður en við tökum þessa nýju tillögu til atkvæðagreiðslu. Það er að segja að þessi tillagi þá er tímalaus, eins og Nökkvi hefur komið inn á áðan, ég veit ekki hversu vel það heyrðist, en það var að við þurfum væntanlega að bíða í einhverja mánuði áður en við getum tekið gögnin svona að einhverju marki inn í kostnaðarmat. Þannig að gjörðu svo vel, Marta. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég veit ég sagðist ekki alltaf koma upp aftur og ég skal bara biðjast afsökunar á því. En mér finnst bara svo hjákátlegt að fylgjast með, ég ber fram tillögu og það er ekki hægt að samþykkja það út af því að við vitum ekki kostnaði nákvæmlega við þessa tillögu. Svo á að vinna þetta áfram þá fyrir þetta snúast hlutfall af heildarkostnaði við reglunar og þá erum við náttúrulega að tala eins og ég hef sagt áður, mér finnst þetta ekki rauninni tengjast, þannig að erum við hlynnt því að jafna stöðu foreldra á rétti til húsnæðisbóta eða ekki. Það á að vera óháð því hvað við erum annars að eyða í sérstakan húsnæðisstuðning. Þannig að ef við tökum bara þessa típisku, ef þetta eru mest mömmur og svo pappar, þannig að ef það eru of margar mömmur sem er að falla undir þetta, eða of margar fjölskyldur, þá pappan þið dettið út. En ef þetta er svona aðþokkalega, þetta er ekki mikið við byggust við, þá skulum við taka ykkur inn. Þetta er bara skilaboðin sem við erum að senda og við erum að senda núna, bara frábært ef þetta verið samþykkt og þá er þetta eitthvað að vinnast áfram og við erum með þetta bak við eyrað, Nökkvi með þetta bak við eyrað, en við erum samt að senda hann í vinnu sem er illgerðanlegt fyrir hann að gera og finnst mér algjörlega óháð því og ekki endilega þurfa að vanta í rökstuðning fyrir því annarkvort maður styðji þessa tillögu sem ég lagði fyrir áðan eða ekki. Takk fyrir þetta, Marta. Þar höfum við það. Ég ætla þá að bera, gjör svo vel. Og svo ætlum við að fara að taka þetta til atkvæðagreiðslu. Forseti, það eru bæjarfulltrúar, ég ætla nú að vona að þú ekki tekið það þannig sem hvernig ég var að bera þetta fram.
Þetta snýst ekkert það að papparnir ég bara eiginlega ekki til orðið að þú skulle vera að tala svona þetta svona. Þetta snýst alls ekkert það. Þetta snýst bara það að þetta bara við erum að reka hérna bæjarfélag og þetta bara máli þetta bara við þurfum alveg að skoða alla kosti alveg sama í hvaða lið það þannig að mér finnst alveg sjálfsagt að við fáum þessi gögn í hendurnar og ég ég bara eiginlega ekki til orða að þú skulle vera að halda það ég hefði verið að meina það með þessu sem ég sagði hérna. Takk fyrir þetta Jóna Rut. Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvað þið eruð að lesa úr þessu, en ég ætla bara að segja það. Ég vil bara að sviðsstjórinn fá að fara yfir þessu gögn. Hann búinn að svara því hérna úr sæti að slíkt geti tekið 34 mánuði í stjórnsýslunni til þess að hafa gögn sem eitthvað að marka. Kannski tekur það skemmri tíma og gefur óljósari mynd. Ég spyr hvað vill fólk? Ég vil bara sviðsstjóri fá bara tíma til að vinna þetta bara vel. Ég vona að hann bara geri það. Og þá getum við bara að skoða málið aftur. Málið lifandi. Takk fyrir þetta Hjalli. Við erum búin að fara fram og tilbaka í þessari umræðu og ég ætla núna að bera tillöguna frá fulltrúa S-lista að sviðsstjóra félagsþjónustu og fræðslusviðs verði falið að meta kostnað við að taka þessa breytingatillögu inn í reglurnar og að við þá tökum málið upp aftur og nýju í bæjarráði þegar það liggur fyrir. Þeir sem eru sammála þessara tillögu rétt upp hönd. Hún samþykkt með 6 atkvæðum, einhver á móti. Enginn á móti það einn sem situr hjá, hann kom upp á áðan og gerði grein fyrir sinni hjásetu. Og þá þessum fyrsta lið fundarins lokið, eftir góðan klukkutíma, þetta búin að vera fínar umræður. Nökkvi, þú ert ekki alveg sloppinn, því að við förum í mál númer 2, sem hádegismatur eldri borgara. Ég ætla að sækja hérna handritið mitt. Betra að hafa það hérna. Bæjarráð fjallaði í síðustu viku verkefni sem fyrirhugað að taka upp í tilraun í 3 mánuði. Það að segja að bjóða upp á heitan mat í hádeginu fyrir eldri borgara í Grindavík. Það hefur náð samkomulag að leigja eldhúsið af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Nökkvi, ég ætla að bjóða þér að koma hingað upp og gera örstutt grein fyrir þessu máli. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að þá að upplýsa bæjarstjórn framgang málsins. Það var tekið fyrir í félagsmálanefnd og bæjarráði og fékk stuðning. Hugmyndin þá sú að taka upp það tilraunaverkefni að veita heitan mat í hádeginu upp í Miðgarði í þágu eldri borgara. Hádegisverður virka daga. Og til þess að sinna því þá höfum við náð samningu við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja leigu á eldhúsinu og það þarf náttúrulega að semja við matráð til að elda matinn og vitaskuld að kaupa hráefni. Þannig að samhliða lagður fram beiðni viðauka við fjárhagsáætlun 2017 til þess að sinna þessu verkefni og hann þá í gögnum málsins. Ég veit ekki hvort ég á að segja ykkur eitthvað meira verkefnið, ég held að það sé öllum kunnugt. En viðaukabeiðnin hljóðar þá upp á
til 3 mánaða, 13 vikna, það er sem sagt gjöld eru 1500.000, áætlaðar tekjur eru 365.000, þar sem að fyrirhugað er að selja matinn og niðurstaðan er þá 1135.000 krónur sem er óskað eftir í viðauka. Takk fyrir þetta, Nökkvi. Orðið er laust. Ég sjálf, mér líst rosalega vel á þetta verkefni. Það verður gaman að sjá hvernig þetta kemur út eftir þessa 3 mánuði. Bæjarráð tók náttúrulega afstöðu til þessa máls í síðustu viku og vísar þessari viðaukabeiðni því til bæjarstjórnar. Mér skilst að við séum pínu aftarlega á merinni þegar kemur að þessari þjónustu að bjóða upp á niðurgreiddan mat fyrir eldri borgara. Þannig að þetta er bara mjög jákvætt skref og gott að við náðum samkomulagi við HSS leigu. Gjör svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langar bara að fagna þessu. Við höfum oft í gegnum tíðina rætt það hvort við getum sjálf séðum að útvega mat, hvort sem það sé bara fyrir eldri borgara eða leikskóla, grunnskóla og alltaf hefur það strandað í raun á andstöðu. Og alltaf hefur við verið með þetta eldhús uppi Víðihlíð bak við eyrað en ekki tekist að semja við HSS eða ríkið afnot af þessu eldhúsi. Það er loksins komið núna og bara frábært mál og vonandi er þetta bara upphafað einhverju meira. Jafnvel við getum farið að útvega mat fyrir fleiri stofnanir í bænum, en við skulum samt að bíða og sjá hvernig þetta gengur og ég segi þetta bara flott mál og gott að þetta sé afgreitt og komið frá. Takk fyrir þetta, Marta. Hjalli, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta er mikið gleðiefni. Þetta er nú verkefni sem ég var að vinna í ásamt forstöðumanni og hún reyndar var nú búin að vinna ansi mikla vinnu og einnig hafði komið af þessu verkefni áður og það var nú ekki alveg svona auðvelt að fá þetta í gegn. Þetta tók nú aðeins smá tíma, þetta satt nú aðeins í nokkrum. Það þurfti nú að skoða kostnaðaráætlanir núna, fá aðra verktaka til að skoða hvort þeir mundu, hvort þetta væri hentugt. En aðalatriðið þetta hófst og ég held að okkur sé mikill sóma við að gera þetta. Ég ætla að benda á aðstæðan sem er í Víðihlíð núna. Hún stenst ekki heilbrigðiskröfur. Okkur bara ber skylda að standa vel að þessu. Og þetta er vonandi, þetta er tilraunaverkefni í 3 mánuði og vonandi gengur það mjög vel. Ég bendi á þetta verður auglýst á heimasíðunni okkar. Þetta er máltíð gegn vægu gjaldi og 5 daga vikunar og þetta hefur líka mikið félagslegt gildi. Hér er öllum eldri borgurum Grindvíkinga boðið að koma að borða og ég held við eigum að virkilega fylgjast vel með þessu verkefni og ég hlakka mikið til að sjá hvernig þetta kemur út og fagna þá framhaldinu. Takk fyrir það, Hjalli Ásson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek heilshugar undir það að þetta er mikið gleðiefni að þetta skuli loksins vera að fara af stað þetta verkefni. Við í félagsmálanefnd ræddum það og tókum umræðan þetta og okkur fannst mikilvægt í vinnslu málsins að við myndum skoða fleiri hliðar og svona gruna hvað Hjálmar er að tala okkur fannst mikilvægt að við fengjum
fengjum líka upplýsingar hvað kostaði að fá matinn, senda hann til okkar, þannig að við höfðum ákveðin samanburð líka. En það mikilvægt að vanda vel til verka svo að verkefnið fari vel af stað og við sannarlega viljum sjá þetta halda áfram. En ég held að við þurfum að hafa það bak við eyrað að ef þetta verkefni gengur vel, að það verði ekki rof eftir þessa 3 mánuði. Að við svolítið svona hugsum fram fyrir nefið á okkur. Takk. Takk fyrir þetta Ásrún. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil lýsa yfir ánægju minni með að þetta verkefni sé komið af stað. Þjónustuna við eldri borgara hefur snarbreyst undanfarin, hvað má segja, 3-4 ár og það til batnaðar. Þetta næsta skrefið að auka þjónustuna við eldri borgarana. Við sáum þá nú í könnun sem gerð var hér meðal íbúða, þjónustu við eldri borgara einn af þeim þáttum sem að fékk ekki alveg nógu góða umsögn, sem og svo sem annað málefni, en þetta málefni í dag sýnist mér á góðu rekspili og ég hef ekki nokkra trú á öðru heldur en að það fólk sem þarna starfar muni sjá til þess, gangi þetta vel, að það verði ekki rof á þjónustunni. Það sem ég líka ánægður með það að það er að gera hér tilraun til 3 mánaða, hvort að þetta gangi upp, hver mætingi verði því að fólkinu og hvort það vilji þessa þjónustur að vera. Og að sjálfsögðu byggist áframhaldið á þátttöku fólksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Palli, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég fagna þessu eins og aðrir bæjarfulltrúar þessu verkefni og hrósa þeim forstöðumanni og Hjálmari fyrir þeirra áræðni í þessu að láta ekki degan síga. Þetta nú einhvern veginn þannig hjá hinu opinbera að þetta tekur allt saman lengri tíma. Þetta ekki alveg eins og í einkageiranum að menn fái góðar hugmyndir og geti drifið í þeim á morgun. Þannig að ég fagna því og tek undir það sem hefur komið hérna fram að þetta svona ýtir undir félagsskapinn hérna og félagsaðstöðuna hérna upp í Víðihlíð þar sem við byrjuðum nú á því okkar fyrsta verk á síðasta kjörtímabili var nú að byggja þarna bæta við Sólhús og gera félagsaðstöðu og byggja og náðum svona að laga félagslífið og koma því svona aðeins í gang og þetta bara mikilvægt skref í því líka. Nú það styður þetta náttúrulega nú kannanir sem hafa verið gerðar að það eldra fólki mjög hætt á vannæringu. Þannig að þetta kannski stuðlar að því að fólk hittist og það eykur matalistina og nærist eðlilega. Nú, mér finnst það svolítið blóðpeningar að við þurfum að borga þarna 100.000 krónur á mánuði í húsaleigu þarna fyrir eldhús sem ekkert notað í dag. En ég hugga mig við það að það fari í gott málefni, ekki veitir þeim af þarna hjá heilbrigðisstofnunin að fá þessa aura og ég bara trúi því að það verði framhald á þessu verkefni og þeir komi inn í þetta með okkur, heilbrigðisstofnunarmenn. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Jón gjörðu svo vel. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að reyna bara að taka svolítið þráðan það sem að Palli Jói var að tala um að þessi 3 mánaða samningur sem er tilraun er í boði nökkvi
svo bara áframhald frá HSS ef þetta gengur upp? Er þú búið að semja um það eitthvað eða eru þeir bara eitthvað svona tregir að lána ykkur til 3 mánuði og svo þurfum við bara að sjá til eða? Það í boði 3 mánaða leigusamningur og þá vilji að beggja hálfu til að skoða. Ok, vilji að beggja hálfu til að skoða framhaldi, já. Það er frábært að heyra það því að það er náttúrulega bara synd þetta sé búið að ekki vera að nota í allan ennum tíma. Þannig að mér finnst þetta bara frábært verkefni og ég ætla bara að vona að fólk verði duglegt að mæta og þetta geti skapað með skemmtilega menningu í hádeginu og þetta verði vel nýtt og mér skilst að Geiri verði að elda og það er það ekki rétt eða er það? Það er hugmyndir, Já, er ekki búið að festa neitt eitthvað eða eitthvað. Já, þannig að það þannig að þetta verður líf að fjöruna. Svo verður sjómannastofan í gamla daga. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Fleiri sem vilja koma upp og tjá sig um þetta tilraunaverkefni. Já, ég vil líka koma á framfæri þökkum til Sigríðar og Hjalla fyrir að hafa unnið þetta mál og ykkar og Nökkva líka. Það sem liggur fyrir þessum fundi er að samþykkja bæði þennan viðauka. Hvað segir Hjalli? Viltu sjá þig eitthvað? Já, við þurfum sem sagt annars vegar að samþykkja þennan viðauka sem að Nökkvi kom inn á áðan að væri 1136.000 en við þurfum líka þar sem við höfum þegar afgreitt gjaldskrána í tengslu við fjárhagsáætlunina að samþykkja fjárhæðina á hverja máltíð sem að fylgir gögnunum og eru 1000 krónur. Þannig að bæjarráð þarf að taka afstöðu eða samþykkja það formlega. Þannig að þú ert svo biðjandi á svipu, hvað ert að spá? Nei, ekki neitt. Ok, ég held að þú vildi koma og tjá Einu þig. spurningu sæti. Já. Hvenær er fyrir þetta byrji? miðjan febrúar. Já, ok. En Kringu 13. við febrúar. ætlum samt að gefa okkur það svigrúm sem þarf til að gera þetta vel. Já. Það er maður farin að kynna þetta. Og þetta verður kynnt, það var nokkrar hugmyndir að hringja út, setja á vefsíðuna eitthvað svona til að ná til sem flestra. Þannig að það er bara jákvætt, það er kannski ekki allir tölvutengdir eða á netinu eða Facebook. En ég ætla þá að bera upp tillöguna. Það er hér lagt til að samþykktu verði viðauki við fjárhagsáætlun árið 2017 að fjárhæð 1.136.000 á deild 02421 og viðaukinn verði fjármagnaður með lækkun á handbæru fé og til viðbóta við þessa bókun þarf að samþykkja að gjald fyrir hverja máltíð verði 1000 krónur eins og Jón er búinn að bæta þarna inn í fyrir neðan. Þeir sem eru sammála þessu réttu upp hönd. Þessi tillaga er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin á þriðja mál sem er starfsumhverfi grunnskólakennara. Þetta er bókun sem að fylgdi kjarasamningi sem var samþykktur núna frá desember og krefst kallar á ákveðin kostnað sem ég ætla bara að bjóða Nökkva að koma upp og gera grein fyrir. Gjörðu svo vel. Já, eins og forseti kom inn á þá snýst þetta kjarasamnings Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands vegna félags grunnskólakennara sem er með gildistíma frá 1. desember 2016 til lok nóvember 2017 og með þessu samningi fylgdi bókun þar sem kveðið var á það að samningsaðilar væru sammála að framkvæmd breytinga á vinnuumhverfi kennara sem samið var í fyrri kjarasamningi, það er árið 2014, hafi ekki tekist sem skyldi í mörgum grunnskólum og þá fjallaði nauðsyn þess að greina nánar þann vanda sem þar er lýst og leita leiða til úrbóta. Og til þess að hrinda þessu í framkvæmd þá gaf samstarfsnefnd beggja aðila út svokallaðan vegvísi að aðgerðaráætlun núna í janúar 2017 það hvernig ætti að greina sem að
sem lítur að því að greina það ástand sem kennarar og stjórnendur hafa lýst að ríki í starfsumhverfi grunnskóla annars vegar og hins vegar að leggja fram úrbóta áætlun á grundvelli þeirra greiningar vinnu. Það er rétt að taka fram að þetta er þetta er ekki miðlagreining heldur ber hverju sveitarfélagi fyrir sig að fara yfir þessa framkvæmd og það ásamt fulltrúum kennara í hverjum skóla. Þannig að í þeim sveitarfélagum þar sem fleiri en einn grunnskóla þarf svona vinna að fara fram í hverjum og einum skóla og umbótaáætlun þarf ekki að vera eins á milli skóla. En hér búum við það að vera með einn grunnskóla þannig að verkefnið er einfaldara hér. Meginmarkmið samningsaðila með þessu er að bæta framkvæmd skólastarfs og ná sátt við kennara starfsumhverfið í fyrsta lagi. Því næst að tryggja að kennsla og undirbúningur hennar séu forgangsverkefni í skólastarfi og að síðustu að létta álagi af kennurum þar sem við á. Og samkvæmt vegvísinum þá eru nokkrir mílusteinar í þessu verkefni. Fyrir 1. febrúar, það er á morgun, þá þarf sveitarfélagið að vera búið að ákvarða fjölda fulltrúa kennara sem að eiga að taka þátt í þessu verkefni. Eigi síðar en 15. febrúar á skipulagningu greining að vera hafin. 1. maí 2017 skal umbótaáætlun hafa verið gerð og kynnt inni í skólanum. 1. júní þá skal hafa verið unnin skýrsla og umbótaáætlun ásamt skýrslu skal skila til samstarfsnefndar. Að síðustu er hinn 15. september 2017 þá gefur samstarfsnefndin út skýrslu á landsvísu framkvæmdina. En varðandi sem sagt val eða ákvörðun á fjölda kennarafulltrúa þá eru fyrirmæli það í vegvísinum að þeir skuli að lágmarki vera 3 í hverjum skóla og á það lögð áhersla að fulltrúa kennarar endurspegli sem best fjölbreytileika kennarahópsins þá í hverjum skóla. Þó svo að þetta verkefni sé á ábyrgð sveitarfélagsins þá er mikilvægt að tryggja gott samstarf við kennara og það eru margar leiðir sem sveitarfélög munu fara í þessu. Sum sveitarfélög styðjast við lágmarkið og ákvarða 3 fulltrúa úr hverjum skóla. Önnur sveitarfélög fara aðra leiðir, tilnefna jafnvel fleiri fulltrúa eða haga útfærslunni þannig að hafa einhvern fund þar sem að öllum kennurum er boðið að sitja og fara á einhvers konar hugaflug vinnuna í greiningarferlinu. Ég hef haft samráð við fulltrúa kennara og það er ríkur vilji til þess að útfæra þetta þannig í greiningarvinnuna að halda einn fund þar sem öllum kennurum er gefinn kostur á að mæta með að við þá 2 klukkustunda fund og í framhaldinu að kennarar tilnefni 3 til 4 úr sínum hópi til að vinna úr greiningunni og að koma að gerð umbótaáætlunar sem er þá með fulltrúum sveitarfélagsins sem er þá mitt fólk upp á skólaskrifstofu, ég og Ingibjörg og mögulega fulltrúi fræðslunefnd ef það er vilji til þess. En málið verður lagt fram til kynningar í fræðslunefnd í næstu viku. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Nökkvi. Orðið er laust ef að einhver vill taka til máls undir þessum lið og þetta verkefni. Þetta er sem sagt viðauka beiðni sem að við þurfum að taka ákvörðun að veita í verkefnið. Eins og Nökkvi kom inn á þá er þetta fjármagn sem á að tryggja líka einhverja greiðslu fyrir setu í þessum stýrihópi, eða ekki?
Og mér finnst niður það sem maður var að segja á hann að þarna komi þá fyrst allir að með í púkk og það verið síðan einhver úrvinnsla úr því væntanlega. Einhverjar spurningar eða eitthvað vill koma? Má ég á sæti? Já. Hérna, gert ráð fyrir mörgum, hérna, þú veist, þetta komstu kannski inn á það hann áðan. Sko áætlunin eins og hún liggur fyrir gerir ráð fyrir einu stórum 2 tíma fundi og við að vera 40 kennarar að mæti eða vilji koma sínum á framfæri. Og síðan gerir ráð fyrir 4 til 5 fundum í kjölfarið með 3 til 4 fulltrúum kennara til þess að vinna úr komandi eftir. Og það er mjög mikilvægt að við afgreiðum þetta af þessum fundi því að það á að velja í febrúar, stendur þetta 1. febrúar að velja fulltrúa en hugmyndin var að fara fyrst í einhvers konar stóran fund og síðan yrði valdir eða hvað. Ákvarða fjöldan? Já, fjöldan bara. Já, það er allt úr sem. akkurat. Ok, og það var hugmyndir að það yrði 4 eða hvað? Ég myndi bara, ef það er stuðningur við þessa tillögu þá bara að taka nú umrétta upp Já. að gefa öllum kost á öllum kennurum kost á að tjá sig á Akkurat, já. síðan 3 eða 4. Já. Eða ákveðin. Mér finnst tillagan og það sem liggur fyrir bara gott og ég mun fyrir mitt leyti samþykja þetta. Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr þessu en orðið er laust. Gjörðu svo vel Jóna Rut. Forseti og aðri bæjarfulltrúar. Já, mér líst bara vel á þetta fyrirkomulag og ég sá hana í september þá að kynna þetta á landsvísu. Hver er pælingin með því? Stendur Samstarfsnefndin Já. skipuð aðalum beggja, kennarar annars vegar og sveitarfélög hins vegar, gefur þá út skýrslu á landsvísu framkvæmd verkefnisins í heild. Það er ekki einstakar umbótaáætlun, skóla þar inni. Nei, ok, já. Þetta er bara lokahnykkur á því að afgreiða þessa bókun eins og lagt var upp. Já, ok. Ok, það er bara það sem ég var að hugsa. Ok, ef ekki fleiri vilja taka einn máls að þá legg ég þessa viðaukabeiðni og þessa tillögu upp við bæjarstjórn. Þeir sem eru sammála þessari tillögu að lagt er til að fyrirkomulagið verði fyrst að haldinn sé 2 klukkustunda langur fundur með öllum kennurum og í úrvinnslu verði skipað þessi vinnuhópur sem verði 3 til 4 eins og nokkuð kom inn áðan. Ásamt starfsmönnum skólaskrifstofu, kennarar ásamt starfsmönnum skólaskrifstofu. Og jafnframt verði samþykktur viðauki fjárhagsáætlun 2017 á fjárhæð 1 milljón á launalið grunnskólans. Var þetta búið að, hvernig ætlum við að afgreiða þessa milljón? Má ég Var koma það- eina athugasemd? Nökkvi talaði jafnvel fulltrúa úr fræðslunefndinni sem að væri í sjálfu sér ekkert vitlaust að fæst fulltrúi í fræðslunefnd. Það er brýnt að ákvarða að virða þessi tímamörk og ákvarða fulltrúa kennara. En sveitarfélagi stýrir þessari vinnu og það verða náttúrulega starfsfólk skólaskrifstofu. Og það er okkur í sjálfsvald sett hvern við viljum fá með okkur í þá vinnu og það er allt eins mögulegt að í meðferðum fræðslunefndar að þá er mest þess að það verði einn fulltrúi fræðslunefnd með okkur fyrir þetta sveitarfélagsins. Ok. En þetta er, ég mismælti mig að þetta er milljón á launalið grunnskólan sem fjármagnað verður með lækkun á handbæru fé. Það er að segja þetta kemur til viðbótar enda er þetta kostnaður sem er að koma inn eftir að fjárhagsáætlun hefur verið gerð. Þeir sem eru sammála þessari tillögu rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhliða. Og þá er bara nökkvið hér með bara búinn og inn kemur það Ármann sem er hérna einhvers staðar í húsinu en 4. mál á dagskrá, takk fyrir komuna nökkvi. Það er Víðirhlíð, viðbygging, verksamningur og framvinda. Hann liggur fyrir undirritaður verksamningu við HH Smíði sem er hér lagður fyrir fundin til
staðfestingar. Orðið er laust. Ef ykkur vill tjá sig þennan verksamning. Ef ekki, þá ætla ég að bera hann upp til samþykktar, þeir sem eru sammála þessum samningi rétt upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er það 5. mál á dagskrá sem er færsla lagna við Víðihlíð. Hingað já. Til málsins líka framvinda. Já, má sjá. Er það áætla hvernig að byrja á þessu? Já, ég ætla bara að byrja málið og bjóða honum Ármanni að koma síðan upp og gera grein fyrir málinu, svona eins og ég leyfði Nökkva að gera áðan. Það er verðkönnun sem hefur farið fram vegna færslu á þessum lögnum við Víðihlíð. Ég var að tala fyrir mál. Já, ok, fyrirgeðu. Bókaðinni að það sé framvinda. Hvernig er standa málin? Það er bara verið að vinna því sem er færslu lagna á veginn, sko. Áður en hægt verið að byrja? Já, ég reikna með að það taki 2 mánuði. Þeir séu þá að byrja svona... Í vor? Mars. Ég er búinn að ræða þetta við sniðina og þeir gera ekki alltaf sem þetta. Þeir eru að panta efni og glugga og hana. Ok. Við gerum ráð fyrir því að framkvæmdin verður komin á fullt í vor. Ok. Svarar þetta spurningunni? Já. Ok. Þá er það 5. mál sem er þessi færsla á lögnum. Verðkönnun er lögð hérna fram vegna færslu lagna við Víðihlíð. Það eru 2 tilboð sem bárust og var G.G. Sigurðsson með lægra tilboðið upp á 9.385.500 sem er 75,5% af kostnaðaráætluninni. Það er nauðsynlegt að færa lagnir án hægt að hefja framkvæmdir við viðbygginguna. Sviðsstjóri Ármann leggur til að gengið verði til samninga við þann sem að bauð lægra, sem er G.G. Sigurðsson, og hann óskar jafnframt eftir heimild til að fjármagna verkið með því að taka af lið fjárhagsáætlana vegna áætlunar fráveituframkvæmdir í mánagerði. En það þarf ekki að fara, þannig að það er peningur laus til að fara í þessa framkvæmdir. Viltu bæta ykkur við þetta, Ármann? Nei, þetta er bara nokkuð skýrt, sko. Við erum að færa lagnirnar til þess að geta hafið viðbygginguna við Víðihlíð. Og það eru stofnlagnir hita, vatns og rafmagns og ljósleiða. Já. Orðið er laust. Og einu spurningu bara. Gjörðu svo vel. Verður þessar lagnir þá með nýja stöfnum sem verður lagður? Nei, nýju stöfnurinn er norðar í hverfinu. Já, en hvar koma, var það bara færsla einhverja 10 metra í austur eða? Það er bara samkvæmt tekningunum, sko. Þetta er aðeins meira en 10 metrar og svo niður að austurveg. Þannig að við eigum rými fyrir þá áframhaldandi stæð. Takk. Fleiri sem vilja spyrja Ármanni að koma upp í pontu og tjá sig? Ef ekki, þá ætla ég að bera þessa tillögu sviðsstjóra upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála tillögu sviðsstjóra rétt upp hönd. Tillagan er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 7. mál sem er verðkönnun, víðigerði, hópsvör, gatnagerð. Verðkönnun er lögð fram, 2 tilboð bárust og þar er G.G. Sigurðsson með lægra tilboð að fjárhæð 9.237.550 eða 71,5% af kostnaðaráætlun. Það er ekki gert ráð fyrir þessari framkvæmd í áætlunni sem við gerðum fyrir þetta ár. Þannig að Ármann er hér að óska eftir viðauka við fjárhagsáætlun. Viltu bæta ykkur við þetta, Ármann? Nei. Þetta tengist... Þetta er nýr inngangur inn í hverfið. Já. Út af öllu sem við erum að fara að gera. Já. Og hann er á skipulagi og svona bara eðlileg framvinda verksins. Má ég spyrja, hvað var, nú erum við samt lið í fjárhagsáætlun sem er gatnagerð? Já. Sem ég veit að það eru allir fyrir nýja götur, en hvað er það að háa upphæð? Það eru 2020 milljónir, annars vegar í Eyjabakka og svo hér í hverfi. Ég var búið að eyrnamerkja þann pening á götur. Já, þessi 20 milljónir fara þá í norðurhópið og svo Eyjabakka. Og við sjáum alveg fram á að nota töluvert að því á komandi ári. Þannig að það þarf alltaf að fara varlega í að skera niður fjármagn í gatnagerð og alls konar svona þegar þeir eru að vinna fjárhagsáætlun. Það getur ýmislegt komið upp. En Jón Rut, varst þú að biðja orðið? Gjörðu svo vel.
Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég langar svo, ég er búin að vera svo að skoða þessa teikningu af því að ég býð þarna í þessu hverfi og þetta er rosa keyrsla þarna niður Hópsbrautina. Og þetta er náttúrulega, þarf ekki alveg að grandskoða þá einhverja þrengingar á Hópsbrautinni í leiðinni eða einhvers konar, þú veist, þetta er orðið, það er mikið ferðamenn sem fara sér leið, þetta er greinilega leiðin sem bendir á GPS-inu hvernig það fer Suðurstrandarveginn, sko, það er mikið umferð þarna, þannig að ég er svolítið hugsið yfir þessum gatnamótum sem koma í brekkunni, sko. Þannig að hvort það fari ekki fyrir hvað heitir nefndur, umferðanefndinni sem að sér öryggisnefnd, já. Þannig að Við vinnum bara eftir skipulagi og það hefur ekkert verið hugsað út í neinar þrengingar. En frumkvæði getur að sjálfsögðu komið héðan frá og það er skoðað. Já. Og eins í umferðaröryggisnefndinni ef frumkvæði kemur það, sko, þá getur við skoðað það líka. Já. Ég myndi alveg, ég held allavega að við þurfum alveg að skoða það hvernig þetta mun koma út þarna. Það er náttúrulega ekkert langt síðan það var keyrt á barnana aðeins ofar á þessu vegi sem gangbrautin er komið núna, sko. Og þannig að það er rosa keyrsla þarna. Þetta býður upp á að þú ert komin svolítið mikið hraða og þegar sérstaklega fólk sem býr þarna, eldri borgarar kannski, þú veist, já, ég held að við þurfum alveg að skoða hvernig við munum tækla þessa Hópsbraut þarna í leiðinni. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Palli, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil taka undir þessar áhyggjur með Jónu Rut. Ég vil bara viðurkenna það að það sló mig svolítið að sjá þessi nýju gatnamót þarna að leiða þessa umferð þarna út á þessa braut þarna. Ég keyri hana talsvert mikið og fyrsta lagi er nú oft mikil hálka þarna. Það er eins og að því að munurinn er náttúrulega sá að þessa götu á bærin að sjá að salta. Á meðan Austurvegurinn þá er það vegagerðin. Þannig að ég held hræddur að við þurfum að gera okkur í brók með hálkuvarnir þarna á þessum vegi, ef ekki á illa að fara. Hraðinn er mikill þarna. Þannig að ég hefði tekið undir það að umferðaröryggisráðið skoði þetta svolítið vel, sko. Þannig að hvort að þrengingar, sko, hraðinn er og mikill þarna, þannig að þetta er nú svolítið, ég er ekki alveg sáttur við þessi gatnamótana, en þau eru greinilega komin þarna til að verða, þannig að, en ég tek undir það og legg til að það verði farið vel yfir þessi öryggismál þarna. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Já, kemur hún ekki reglulega saman einu sinni 2 ári þessi nefnd? Já, það er svona að fer að detta í næsta fund, sko. Og það bara eðlilegt er að koma svona ný gatnamót og umferðin fyrir að aukast að það verði haft í huga mögulega einhvers konar hraðatakmarkandi aðgerðir. Fleiri sem vilja tjá sig, gjörðu svo vel. Hjalli? Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir með guðvarandi umferðaröryggi, en ég er ekki alveg sammála ykkur með hraðan kannski á Hópsbraut, að hann sé meiri heldur en á Austurvegi. Ástæðan fyrir að það er náttúrulega engin hrað á Austurvegi er að Austurvegur er bara ónýtur. Hann hefur ekkert verið lagaður. Það er ekki hægt að ná þar meira heldur en bara 30 km hraða við að keyra fram í holum. Það náttúrulega ekki alveg nógu gott, svo við bendum á það. En mér sýnist á þessari teikningu, þarna er vegurinn tekinn aðeins meira til austurs til þess að víkka útsýni í báðar áttir. Og ég held að þetta verði í lagi. Hættulegasti vegakaflinn var þarna við Víðihlíð, þegar menn voru að aka úr Víðihlíð út á Austurveg. Þá var þar pollur sem breyttist í svell
og menn runnu út á gatnamótin. Það var verulegt vandamál tíma. En ég held að við ættum að vera vakandi. Ég tök undir með Palli Jói og Jóna Rut. Þetta skulum við bara skoða í fyllingu tímans en hérna, ég held þessi óþarfa ágjör en ég get ekki fullyrt það. En við fylgjumst með þessu. Takk fyrir þetta, Hjalli. Við erum í 6. máli þar sem við ætlum að afgreiða þessa viðaukabeiðni sviðsstjóra. Svo hægt sé að fara í þessa gatnagerð. Ef ekki fleiri vilja taka til máls þá ætla ég að bera þessa viðaukabeiðni upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir því að afgreiða viðaukabeiðni upp á 9.237.550 rétt upp hönd. Viðaukabeiðnin er samþykkt samhliða. Og þá er það 7. mál sem er breyting á deiliskipulagi, Norðurhóp 13, 15 og 17. Hér er tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi fyrir hópshverfi lögð fram. Í tillögunni er gert ráð fyrir stækkun byggingarrits til suðurs við Norðurhóp 13, 15 og 17. Skipulagsnefnd hefur tekið þetta mál fyrir til umfjöllunar og er að leggja hér til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt til kynningar samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga frá árinu 2010 og að hún verði grenndarkynnt fyrir eigendum Norðurhóps 7, 9a, 9b, 11, 15, 17 og 32. Og nú held ég að það veri ágætt að fá kannski bara Ármann aðeins til þess að útskýra þetta fyrir okkur. Þetta snýst það er búið að byggja hérna eitthvað skála eða ekki, eða hvað? Já, það er sko... Viltu ekki koma bara í pontuna og hana, sæl? Sæl, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðri gestir. Þetta er til að óverulegri breytingu á deiliskipulagi við við Norðurhóp og gengur út á það að veita raðhúsalengjunni heimild til þess að gera þá sólhýsi við hérna norður enda húsana. Og við settum inn þá, það kemur beiðni frá einu af raðhúsunum og við setjum þá inn heimild til þess að öll raðhúsin geti þá sett inn svipað. Þetta er annars tiltölulega einfalt bara. Og... Já, gjörðu svo. Þetta er komin upp sólskáli. Já. Sem að fór kannski ekki alveg samkvæmt reglum. Nei, hann er út fyrir byggingarreitt og við erum að víkka byggingarreittinn til þess að... Já. Ef það grenndarkynningi fyrir þannig að þau eru á móti þessu í 7, 9, hana, hvað þá? Þá væri mögulega, það er alltaf skipulagsnefnd sem tekur ákvörðunina og segjum að skipulagsnefnd muni þá hafna erindinu, þá er ekkert annað að gera en að krefast þess að sólskálinn verði rifinn. Nei. Ekki í bíl allavega? Nei. Ok. Málið snýst þess að það verði að stækka reitinn svo að hægt sé að byggja sólskála við hinn húsin. Vill eitthvað tjá sig þetta mál? Einhverjar spurningar? Ef ekki, þá ber ég hérna upp tillöguna óverulega breytingu á deiliskipulagi sem að skipulagsnefnd hefur þegar tekið til umfjöllunar. Þeir sem eru sammála þessari breytingu rétt upp hönd, það er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin í 8. mál sem er breyting á deiliskipulagi við Stamphólsveg 5, þar sem fyrirhugað er að byggja það ekki aðra blokk. Tillaga breytingu á deiliskipulagi Stamphólsvegar lögð fram. Breytingin tekur til minnkunar á byggingarreit og nýtingarhlutfall úr 0,8 í 0,59. Breytingin hefur ekki áhrif á nágranna er að ræða breytingu á deiliskipulagi sem umsækjandi hafði áður fengið samþykkt hjá Grindavíkurbæ. Og skipulagsnefndin hún er að leggja til í bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga frá árinu 2010. Viltu eitthvað segja meira þetta? Nei, það er bara ekkert meira svona... Nei, þetta er bara að vera að minnka byggingarreitin.
Það er ýmist verið að minnka eða stækka. Þeir sem að, ef ekki fólk vil taka til máls, þá ætlum ég bara að bera það upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála þessari breytingu réttu upp hönd. Það er samþykkt að minnka þennan reit. Og samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 9. mál sem er Ísland ljóstengt 2017. Og hér er sem sagt fengist hefur vilyrði fyrir styrk til að bæta netsamband utan þéttbýlis með lagningu ljósleiðara. Það er áætlaður kostnaður upp á 24 milljónir við verkefnið en hlutdeild Grindavíkurbæjar gæti orðið allt að 7,7 milljónir. Og þetta hafa annars vegar er það ekki sviðstjóri í samvinnu við, var ekki Palli og eitthvað til aðstofar í þessu. Viltu ekki bara setja okkur aðeins inn í málið? Forsagan er svo að ríkið auglýsir eftir styrkútveitingum fyrir ljósleiðaravæðingu dreifbýlis og staðan er þannig að ljósleiðarar eru komnir í þéttbýli í götu, semst grunnkerfið er komið og svo er stefnt að tengja inn á hús. En í dreifbýlinu er ekkert komið, ekkert stoðkerfi og engar stoðlagnir. Þannig að ég sótti styrk í þennan sjóð og fyrir Þórgullsstaðahverfið og eins vestur eftir Nesvegi. Og á Nesveginum eru 4 fyrirtæki, þar á meðal Golfklúbbur Grindavíkur og fiskeldisfyrirtæki ásamt Hafró. Og í Þórgullsstaðahverfi eru 18 staðir nefndir. Heildarkostnaðurinn er áætlaður, eins og fyrr sagði, 24 milljónir og hlutdeild notanda eða Grindavíkur bæjar eða svæðisins ætti þá að vera 7,7 milljónir. Notendurnir eru þá fiskvinnslufyrirtækin og íbúar í Þórgullsstaðahverfi. Það hefur tíðkast að rukka fyrirtæki fyrir tengingar en ég veit ekki til þess að það tíðkist hjá íbúum. Og við verum að láta vita fyrir 3. febrúar ef við ætlum að taka þátt í þessu verkefni og munum þá skuldbinda okkur til þess. Það er þá ykkar að taka ákvörðun það. Má ég spyrja á fundunum okkar í gær þá kom fram að seljabótin væri ekki þarna inni. Er það Seljabótin? Seljabótin þar sem að velst meðan Jón og Margrét Já, ok. Slakkavík og það er. Já. Getur það passað? Já, það er náttúrulega innan þéttbýlis og það er þá... Já, ekki ráð fyrir að allt þéttbýlis sé þegar komið með þetta eða? Þetta fjallar bara dreifbýlis. Ég ætla bara að reifa aðeins hvernig málin eru núna en ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega hvort að ljósleiðarinn sé þar en þá er það væntanlega á áætlun Mílu að ljóstengja öll þéttbýli. Það er þá fyrir utan svona svona styrkverkefni sem þeir eru að halda. Þessu er beinlínis ætla bara fyrir utan þéttbýlis í dreifbýli. Einhverjar spurningar? Við gerum þá ráð fyrir í áætluninni að við séum að tengja að húsi eða að notkunarstað. Má ég verpa svo spurningu? Gjörðu svo. Er það að borga alveg tengingun í hús? Sko það hefur ekki verið tekin en ákvörðun hvernig við svo í framhaldið útfærum þetta. Hvort að við rukkum fyrirtækin, sérstaklega fyrir tengingu, eða hvort við rukkum íbúana fyrir tengingar. Það er í rauninni engin ákvörðun tekin það. Og ég hafði nú hugað því að ef þetta yrði samþykkt að reyna að setja saman einhverjar reglur í samráði við ykkur og bæjarráð. Hvernig eigi að standa skil á kostnaðinum. Og svo eru eins önnur fyrirtæki sem að hafa verið að sækja framkvæmdaleyfi og sýnt ljósleiðara tengingu við Mölvík áhuga og eru þá líkleg til þess að taka þátt í kostnaðinum. Geta þá fylgt með. En þetta er allt svolítið kannski ekki búið að taka beina ákvörðunum. Hversu mikið þátt við að láta fyrirtækin taka þátt í eða hvort að við eigum yfir höfuð að láta íbúana taka þátt í kostnaðinum. Yfirleitt er það fyrirtæki greiði frá vegi eins og með fráveituna
þá greiður innan lóðar þann kostnað, en íbúar eru yfirleitt ekki látnir greiða fyrir tengingar. Orðið laust ef einhver vill koma upp og tjá sig. Fyrst Palljó og svo Marta. Já, forseti, þá getur bæjarfulltrúar og gestir, eins og kom fram hjá Kristínu Maríu, þá var ég ármanni svona innan handar með þessa umsókn og svona í upphafi máls, þá vil ég bara gera grein fyrir minni tengingu að málinu. Nú, það var síðasta ríkisstjórn sem skipaði starfshóp til þess að fara yfir internettengingar á landsvísu og ég var svo lánsamur að lenda í þeim hóp og það verkefni snerist það að bæta internettengingar á landsbyggðinni utan þéttbýlis og sem skilgreint þá á markaðsbrest svæðum og þetta verkefni fólst í því, byrjað var á því að kortleggja allt landið, hvern einasta sveitabæ, hvert einasta heimili á landinu og það var gert og það svona ákveðin skilgreining á því í þéttbýliskjörnunum eins og hérna í Grindavík að eins og flestir vita að þá svokallað ljósnet hér sem þýðir það Míla lagði hérna fyrir nokkrum árum ljósleiðara í alla götuskápa og svo eru lagðir ljósleiðarar í öll ný hús. Þetta ljósnet, það byggist á því að gamla koparlínan sem gamla símalínan sem sem alþjónustu kvöðin snýst að það ber öllum að ríkinu í rauninni ber að allir landsmenn fái ákveðna grunnþjónustu og það eru, annars ég ætli nú að fara mikið í tæknimála, þá það 128 kílóbitar sem gamla koparlínan. Og tækninu fleygir mikið fram og þar sem að koparlínan innan við 100 metrar, að þar talið viðunandi netsamband. Og þetta verkefni fólst í því að allt sem allir bæir, öll hús, öll heimili sem voru meira en 100 metra frá götuskáp eða frá ljósleiðaratengingu, að það var skilgreint sem markaðsbrest svæði. Því að það grátlega við þetta það að fjarskiptafélögin þau hafa verið að fjárfesta mikið hérna á Stór-Reykjavíkursvæðinu og í rauninni þar mikil offjárfesting. Búið að reykja marga ljósleiðara þess og grus. En ég var í þessum hópi og út úr þessari skilgreiningu komu þessi félög og bæir í Grindavík sem nær austur á Hraun. Þannig að þetta verkefni þá styrkhæft. Nú, þetta verkefni hófst á síðastliðnu ári, þá voru veittar í það 450 milljónir. Og þessari upphæð var skipt niður á landsvæði eftir því og upphæðin fór eftir því hvað voru margir netlausi bæir á viðkomandi svæði en þá voru Suðurnesin ekki höfð með. Það var svona lögð áhersla á að taka hennar dreifðari byggðir en svo sama upphæð í rauninni á þessu ári. Það þessar 450 milljónir og þeim skipt niður eftir ákveðnum reglum á svæðin og hérna á Suðurnesin koma 10 milljónir sem að sveitarfélögum og þessi tilhögun var kynnt fyrir landshluta samtökunum og þannig að sveitarfélög á Suðurnesjum höfðu kost á því að sækja styrk úr þessum sjóði sem þá 10 milljónir á þetta svæði. Og það vill nú þannig til að Grindavík eini umsækjandinn á þessu svæði, alveg öfugt við önnur svæði, því yfirleitt þetta mörg sveitarfélög að keppast að ná þessum styrkjum.
Og þá felst þú keppni því hver býður hérna minnstan lægsta upphæð per hverja tengingu. Þannig að svona inn í grunninn þetta þannig. Nú, varðandi mína tengingu þá ég líka varamaður í fjarskiptasjóði og það fjarskiptasjóður sem úthlutar, hérna sér úthlutun á þessum fjármunum. Þannig að svo það sé nú rétt til haft. Og nú, svo ef ég held áfram með mínar tengingar að þá ég nú hérna í bæjarstjórn sem að sækja þennan styrk. Og ofan í krummanna þá hérna bý ég nú á þessu svæði. Þannig að svo að það sé nú öllum ljóst. Þannig að en hitt hérna mála, ég hérna mun tjá mig þetta mál og tel þetta hið mesta þarfa þing. Það nú þannig á mínu heimili ef ég þarf að láta uppfæra mína tölvu, að þá þarf viðkomandi að fara með þá tölvu hérna niður í bæ til þess að hérna, það endist dagurinn til að uppfæra hana. Þannig að ég auðvitað fagna þessu verkefni og er svolítið hissa á því að önnur sveitarfélög hérna á svæðinu hafi ekki sótt þetta. Nú, Míla búin að gera þarna hérna svona athugun, svona kostnaðaráætlun þetta verkefni sem þá 24 milljónir. Nú, sá háttur hefur yfirleitt verið hafður á hjá þessum sveitarfélögum að sveitabæir, það svona allur gangur á því. Þetta yfirleitt gert ráð fyrir því að sveitarfélög og notandi greiði hérna einhver 250 til 350.000 fyrir þessar tengingar og þá hefur það verið allur háttur á því og farið svona eftir stöðu sveitarfélaga hvort að sveitarfélagið hefur hérna komið eitthvað til móts við þetta hérna inntökugjald eða greitt alveg. Og þá hefur verið viðmiðið svona hvað hafa aðrir, þar sem að þéttbýlisstaðir eru nærri, að hvað inntökugjaldið þar. Þannig að það svona allur gangur á því hvernig því háttað í öðrum sveitarfélögum, hvort að sveitabæirnir greiði þetta eða ekki. Þannig að kostirnir sem að mér finnst vera útvíraðir hér að með þessari innviðaruppbyggingu hérna á okkar svæði að þá erum við komin með ljósleiðara hérna alveg austur á Hraun og vestur í Íslandsbleikju og þarna á milli náttúrulega stórt iðnaðarsvæði og við erum í því að reyna að byggja að færa svona ýmis fyrirtæki, svona, ég veit ekki hvort það á að segja skítugastarfsemi, en við erum svona að reyna að færa svona, hvetja fyrirtæki svona til þess að vera kannski ekki alveg inn í miðbænum og reyna að færa þessi fyrirtæki aðeins út fyrir þéttbýliskjarnan, allavega þannig og þá þannig að það verði ekki búið að byggja, þessi fyrirtæki verði ekki komin inn í byggð bara hérna á næstu árum. Þannig að ég trúi ekki öðru en að menn séu jákvæðir fyrir þessari innviðar uppbyggingu hérna. Nú, þessi upphæð 7,7 milljónir miðast við það að bærinn borgi þetta allt saman. Ég held að það sé nú öllum ljóst að fyrirtæki svona sem að muni tengjast, að það sé nú allavega sjálfsagt að þau greiði eitthvað inntökugjald. Nú, svo er annar þáttur í þessu líka að það er það fyrirtæki þarna Brú Emerald sem hefur mikinn áhuga á og virðist vera eitthvað að taka við sér aftur að koma með ljósleiðar á land hérna í Mölvík, hérna vestan og þeir hafa áhuga á að vera með í þessu verkefni og leggja rör fyrir ljósleiðara sem þeir geta þá dregið hérna sinn ljósleiðara í seinna meir sem mun þá lækka þennan kostnað. Þannig að ég lít nú svo á að nú sé verið svona samþykkja að fara í þetta útboð en svona en þurfum við svo kannski eitthvað samþykki þá hérna bæjarás fyrir endanlegri þegar að loka tölu verða komnar. Þannig að ég lít nú svo á að þetta sé ekki endanleg afgreiðsla, heldur sé þetta svona vilji til þess að fara í þetta verkefni. Þannig að ég bara
hvet mína menn bara til þess að taka jákvætt í þetta og leyfa Ármanni að bjóða þetta verkefni út og reyna að ná kostnaðinum niður fyrir Grindavíkurbæ. Nú svo það pólitísk ákvörðun hvort við ætlum að láta þessa íbúa borga heimtökugjald og þá hversu hátt fyrirtækin. Þannig að það bara pólitísk ákvörðun sem ég lít svo á að við eigum eftir að taka seinna meir. Takk. Takk fyrir þessa ágætu yfirferð, Palli Jói. Ég skil þetta þá þannig að við erum búin að fá vilyrði fyrir styrk og við erum ekki að fara að afgreiða neitt viðauka núna eða hvað. Við erum bara að fara að tjá svona hug okkar til verkefnisins ef ég skil þetta rétt. Ok, orðið laust. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka Ármanni og Palli Jóa fyrir góðan eingang á þessu máli og gott að fá svona góða innsýn inn í þetta og tala ekki tengst Palli Jóa í verkefni sem þú hefur bara metið þitt hæfi á hvernig stað fyrir sig eftir því sem það hefur litið við. En þetta ég heldur séum bara ótrúlega heppin að þetta standi okkur til boða, þessi styrkur. Þetta gríðarlega mikilvægur þáttur í innviðum sveitarfélags og tala nú ekki þess að þegar við erum búin að skipuleggja þetta svæði á I5 að það vantar alltaf tengingar þar og mikilvægt að við ætlum að draga fyrirtæki hingað og eins og Palli Jói segir að reyna að fá þau til að vera ekki kannski í miðju sveitarfélagsins heldur aðeins fyrir utan að við séum með grunnstoðunar til staðar. Ég get staðfest það að ég veit með Brú Emerald að þeir eru alltaf búin að vera lengi í viðræðum og þennan sæstreng, ljóstengingu við þá og ég átti sjálf fund með þeim á síðasta kjörtímabili sem formaður skipulagsnefndar og þá töluðu þeir einmitt þetta, að Grindavíkurbær gæti verið einhver samstarf með þeim í gegnum í sambandi við tengingunni hérna og við getum einhvern hátt hagnast að þeirra framkvæmdum hérna eins og Palli Jói varst að tala að taka þátt í kostnaðan við rörið. Þannig að ég get alveg staðfest það að þeir hafa talað þetta. Mér finnst bara allavega ekki spurning að við bara tökum vel í þetta erindi og rauninni staðfestum okkar vilja til að fara í þetta verkefni þannig að við getum þegið þennan styrk. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Orðið laust. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það að vísu sjálfsögð krafa að öll heimili og vinnustaðir hafi góða tengingu við netið. Þetta er svo sjálfsagður hlutur að það þarf alltaf orðið að nefna það. En Páll sem hefur nóg að gera sýnist mér, getur þau skýrt út fyrir mér af hverju við sem íbúar Grindavíkurbæjar þó ég var að byggja með nýtt hús og fengi þá fría heimtök inn í húsið eða hvað frá Mílu. En þegar það kemur að húsi austur í hverfi þá þarf sveitarsjóður að borga fyrir það. Er það þannig? Ef þú tekur nýtt hús inn á ljósstreng þá þarf ekki að greiða neitt? Það er þá bara undir fjarskiptafyrirtækinu komið. Málið það að menn telja þetta markaðssvæði þar sem að þau eru að keppa, fjarskiptafyrirtækin, eins og hér í bæ. Það er markaðssvæði og þau keppast það og þá láta þau ekkert borga. En svo eru þessi markaðsbrestsvæði sem skilgreind eru, að þá kostar það mikið að leggja ljósleiðara á þangað, að þeir gera það ekki. Og svo erum við búin að vera að tala við sveitarstjórnarmenn og þetta klárlega ekki verkefni sveitarfélaga, en þetta heldur ekki verkefni ríkisins. Þannig að þrátt fyrir þetta eru öll sveitarfélög að gera eins og geta til þess að tengja sína íbúa við netið. Já, og eins og ég sagði, sjálfsögð krafa allir hafi gott netsamband og þetta þýðir væntanlega betra netsamband fyrir þá sem fá
ljósleiðaran beint í sín heldur en við sem búum við kóparþráðinn úr skápum og inn í hús en þá dag í dag í sveitafélaginu. En það sem að mig langar að forðast við erum að fá 10 milljónir króna styrk frá ríkinu og borgum á móti tæpar 8 milljónir. Þetta er 40-60 skipting. Hefði ekki verið þá betra að fara annan legginn fyrst, þannig að upphæðinni frá fjarskiptasjóði hefði þá dugað fyrir stærri hluta af verkefninu. Annaðhvort fyrst austur í hverfi eða vesturundir. Ég spyr því að við erum að tala um háa upphæð. Var það ekkert í umræðinni? Kom það ekki til tals? Taka bara allt í einu. Ármann. Styrkur. Sko, þetta er meðaltalskostnaður sem að ræður. Já, styrkurinn leit bara til ársins 2017 og við tókum bara saman þau svæði sem að falla undir styrkveitinguna. Þannig að, nei, það kom rauninni ekki í umræðina, sko. Og ég geng ekki að í vísu að við fáum annan 10 milljónir króna styrk árið 2018. Og skiptingin náttúrulega Míla-greiði þá 6 milljónir og ríki 10. Og eins og kom fram áðan þá það allt að 8 milljónir sem við greiðum ef við ákveðum að greiða allt sjálf fyrir bæði fyrirtækin og engin aðkoma Brú Emerald sem náttúrulega ekki tryggð en þeir hafa lýst áhuga. Og kannski að leiða þetta eitt sem kom fram áðan þegar Kristín María spurði. Það stendur í gögnunum að sveitarfélagið eigi að tilkynna hvort þeir ætla að skuldbunda sig til að taka þátt í verkefninu fyrir 3. febrúar. Þannig að það er ákveðin skuldbinding en við eigum alveg eftir að útfæra hvernig við klárum að fjármagna restina, hvort að við látum notendurna greiða þá fyrirtækin eða íbúa og svo aðkomu Brú Emeralds. En þótti ekki réttast að taka hana með inn í reikninginn þar sem við erum ekki með tryggt frá þeim. Ég ætla að leggja til áður en við klárum þetta mál að við tökum örstutt fundarhlé og svona 10 mínútur kannski. Já, það er saman.
Já. Fundarhlé lokið og við erum hérna í máli 9 og höfum verið að ræða ljóstengingu utan þéttbýlis og bæði Ármann og Pálíó hafa farið vel yfir málið og aðrir bæjarfulltrúar tekið til máls. Hér liggur fyrir að taka afstöðu það hvort að við viljum taka þátt í þessu verkefni og við ætlum að bera hérna upp tillögu fyrir fundinn að bæjarstjórnin taki þátt í þessu verkefni á grundvelli fyrirliggjandi kostnaðaráætlunar, þar sem að kemur fram að hlutdeild bæjarins eru 7,7 milljónir og að Ármann vinni síðan málið áfram og feli okkur í bæjarráði að taka afstöðu til gjaldskrár vegna tenginga. Vil ég bæta ykkur við eða taka til máls áður en að við afgreiðum málið? Ef ekki, að þá ber ég þetta undir fundinn, þeir sem eru sammála þessu réttu upp hönd. Það er samþykkt með 6 atkvæðum, einhver á móti. 1 situr hjá. Pálíói situr hjá. Og já. Þá erum við komin í næsta mál sem er frummatsskýrsla vegna metanólsverksmiðjunnar Carbon Recycling hér í Svartsengi. Hingað er mættur, eða hér er ennþá hjá okkur, Ármann, sviðsstjóri. Viltu aðeins bara gera örstutt grein fyrir málinu? Gjör svo vel. Þetta snýst frummatsskýrslu mat á umhverfisáhrifum fyrir CRI, Carbon Recycling í Svartsengi. Carbon Recycling framleiðir metanól úr koldíoxíði sem fellur frá Svartsengisvirkjun. Þetta er eina eftir á umhverfismati sem ég veit að hafi verið gert. Það er að segja að verksmiðjan eða framkvæmdin kemur fyrst, svo kemur matið. Það er einfaldlega vegna þess að þetta hefur bara aldrei verið gert í heiminum í rauninni að framleiða metanól úr koldíoxíði og menn gátu í rauninni illa metið það sem kæmi. Þannig að það var í rauninni bara lagt á stað með framkvæmdina og ákveðið að gera matið eftir á. Við höfum fengum drögin fyrir í fyrra til umsagnar og núna fáum við frummatsskýrsluna sjálfa. Við fáum þetta ekki aftur til umsagnar. Í framhaldi af þessu verður gefið út starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti. Umhverfis- og ferðamálanefnd gerði athugasemd. Ég var mjög ánægður með umræðurnar og hvernig við tókum þetta fyrir þar. Gerði athugasemd við það að þeir eru í rauninni ekki að uppfylla grein 2.8 í starfsleyfinu sem fellur að fráveitunni. Þeir geta í rauninni ekki svarað í hvaða efni og í hvaða magni þau eru að dæla þeim út í fráveitunni. En það er hins vegar talið að þetta séu snefilefni. Ísor hefur veitt umsögn varðandi útþynninguna á efnunum, þar að segja hversu lengi þau eru að þynnast út í jarðveginn. Heilbrigðiseftirlitið gerði ekki athugasemd í sinni umsögn, en umhverfis- og ferðamálanefnd vildi hnykkja á þessu og setti þetta ekki sem skilyrði, hvernig orðað er þetta nákvæmlega? Umhverfis- og ferðamálanefnd segir tekið fyrir mat á umhverfisáhrifum vegna metanólverksmiðju í Svartsengi. Nefndin óskar eftir því að unnið verði að skilgreiningu á eiturefnum í frárennsli frá verksmiðjunni og meðferð á þeim þannig að hægt sé að uppfylla grein 2.8 í starfsleyfi. Þannig að hún er ekki að leggja þeim skilyrði en hún er að óska eftir því að vera unnið áfram að skilgreiningu á eiturefnum sem að gæti mögulega lengst þarna. Má spyrja aðeins, hefur komið einhver viðbrögð frá þeim eða hafa þeir eitthvað að segja? Nei, þetta er í rauninni bara búið að velkjast hérna innanhús og hvað segirðu? Þeir mun, CRI? Já.
Jú, þeir vinna hana í samráði við Eflu verkfræðistofu og þeir vita alveg á þessu. Og þessari verksmiðju ég var að horfa á heimildamynd daginn sem heitir þetta Pump, sem mjög virt heimildamynd sem fékk nokkur verðlaun á Sundance kvikmyndahátíðinni og þar var þessari verksmiðju gefin ágætis skil, smá innlegg inn í umræðuna. Var það ekki svo með jákvæðum hætti? Jú, með jákvæðum hætti, að þetta í fyrsta skipti sem við erum í raun að vinna eldsneyti úr mengun. Þá meina ég mannfólkið. Viltu bæta ykkur að vita meira? Ekki nema það séu bara einhverjar spurningar. Ok. Þá hvernig erum við að fara að afgreiða þessa Þið veitið umsögn og ef það eitthvað sem vilja þessi skoða nánar eins og fráveitan, Já. Hendi á það. Hvað segirðu? Gerðu svo vel, Baljói. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar og gestir. Ég verð nú að segja að ég svona, ef maður lesa aðeins þessa skýrslu, að þá verður manni svolítið brugðið. Eins og kom fram í Ármanni þá hafa þær ekki uppfyllt skilyrði gagnvart með fráreynslismálin. Og nú, það kom líka fram að við erum bara með tilraunaverksmiðju hérna, algjöra á heimsvísu, sem bara jákvætt og allt það. En ég kannski vakna við það núna kannski að við erum kannski full værukær varðandi máli. Þessi fráreynslismál þarna, það ekki komið í ljós hvernig þeir ætla að leysa það. HS Orka ekki til að taka þetta inn í sína lögn til sjávar. Nú, vatnsverndarsvæðið okkar þarna bara rétt norðan við. Þannig að ég verð nú að segja það að heilbrigðiseftirlitið, eða Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eða hvað þetta heitir, ég verð nú að lýsa aðeins vonbrigðum með þeirra viðbrögð. Og svona að þeir taki þetta ekki kannski alveg nógu föstum tökum. Þeir meinuðu það mátti ekki setja fiskhjalla þarna rétt norðan við. Það var svo mikil hætta út af vatnsverndarsvæði. Þannig en þarna greinilega þarf að vanda sig vel. Við erum með þetta hérna, sko. Þeir eru, eftir sem ég skilst, það einhver borhola þarna sem þeir eru að nota, einhver gömul borhola sem ekki vita hvað djúp og ekki vita hvað hann fóðru mikið, langt niður, ástandi á henni. En þessum efnum þarf klárlega að koma niður fyrir einhver ákveðna metra til að koma þessu niður fyrir neysluvatnið. Þannig að ég vil nú eiginlega leggja til hérna að við skipum bara, við getum ekki bara vísað ábyrgðina á einhver aðra, að við felum þá bæjarstjóra og sviðsstjóra Ármanni að skipa einhvern starfshóp til þess að rýna í þessi mál og því að nú þetta er tilraunaleyfi núna og sem rennur út akkurat núna eftir ár, bara 1. febrúar næsta ári. Þannig að þá verður væntanlega bara að þá verður ekki eftir snúið væntanlega þegar þetta tilraunaleyfi þegar þetta ekki lengur tilraunaleyfi. Þannig að ég legg það til að við felum bæjarstjóra
Ármanni að hérna, skipa starfshóp til þess að fara vel onni í þessi mál. Ég er ekkert að segja að það sé bara eitthvað til þess að stoppa þessa verksmiðju eða loka henni, en þessi frárennslismál verður að taka föstum tökum og fá það alveg á hreint hvernig þau verða leyst. Vatnsmálin eru bara allt og mikið, vega mikil og mikið í húfi ef við tökum einhverja sénsa í þeim efnum. Þannig að já, ég hefði viljað sjá einhvern ábyrgan starfshóp kafa vel ofan í þessi mál, þannig að við getum tekið yfirvegaða ákvörðun með framhaldið. Takk fyrir þetta Palli Jói. Guðmundur hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alveg rétt hjá Páli að það er gott að skoða frárennslismál og í raun og veru, eins og hér hefur verið sagt áður, hvaða snefilefni eru að fara frá þeim. Því það hefur kannski ekki verið vitað hingað til og sjálfsögðu á að skoða það á þessu ári sem eftir er á þessu tilraunaleyfi. En við megum samt passa okkur því að gera ekki úlfaldum í flugu því að vatnsforði okkar er á allt öðrum stað. Og snefilefni frá þessari verksmiðju renna ekki í norður í átt að lágum þar sem að vatnsbólið okkar er. Straumarnir liggja í suður, koma að austan og liggja svo í suður. Þannig að passa okkur því að gefa það ekki til kynna að vatnsbólið okkar geti mengast af snefilefnum frá þessari verksmiðju nema við höfum full vissu að það gæti verið. Straumarnir liggja í öfuátt miðað við það, þannig að það ég ætla nú ekki að fullyrða neitt, en það ætti ekki að vera með við þá kynningu sem við höfum fengið hingað til af straumi vatnsins á Skaganum. En ég tek alveg undir það að það ætti að skoða þessi mál áfram og við erum með stofnanir til þess sem eiga að skoða þessi mál. Og ég treysti því að þær geri það. Ég get ekki séð að bæjarstjóri eða sviðsstjóri hafi þekkingu á því með fullri virðingu fyrir ykkar hæfni, en að leita eftir því við þar tilgjörð eftirlitsstofnun og yfirvöld. Ég tek undir það. Takk. Takk fyrir þetta Guðmundur. Já, þessi verksmiðja hún var nú reist hérna snemma á síðasta kjörtímabili og hugmyndin var nú að taka þennan útblástur, mengandi útblástur frá hérna, það sem fellur til í hitaveitunni og búa til metanól. Ef maður skoðar þessa skýrslu þá kemur nú fram eitthvað hérna sem mætti skoða betur, en það kemur líka fram að þessi starfsemi hafi í heildina jákvæð áhrif á loftgæði svæðisins og í víðara samhengi. Og þarna er komið inn ákveðnar mótvægisaðgerðir og það er hérna lítil hljóðmengun, þannig að það er ýmislegt í þessari skýrslu sem er nú kannski ekki svo slæmt og alls ekkert að það þurfi að fara að mála eitthvað skrattan á vegginn. Þessi skýrsla, hún hlýtur að varpa bara ljósi á stöðunni eins og hún er og ég er ekki að sjá að við þurfum að setja sama sérstakann starfshóp fyrir það. Ég veit ekki alveg, þú veist, ég er ekki alveg að kannski átta mig á því hvað hann ætti að gera í rauninni eða hvort það er tilefni til þess. Þú kannski getur svarað því, Ármann. Eða hvort þetta sé eitthvað sem er raunin á hendi sviðsins og nefndana. Eða hvað? Já, ekki nema við myndum bara að skoða málið og reyna að fá einhverja niðurstöðu í þetta og reyna að fylgja því eftir líka að starfsliðum sé fylgt eftir sem að það er náttúrulega ekki gert. Nei, en er það ekki bara eitthvað sem á að vera að gera? Það ætti að vera að gera? Jú, en
En við getum einmitt reynt að kryfja málið betur og þá eins að upplýsa bæjarfulltrúa nákvæmlega hvað í gangi og reyna að fylgja starfslögum eftir en hér gerir það almennt sko. Já, akkurat. Þannig að við viljum þá eitthvað óháð mat frá þeim sko. Já. Palli, gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar og gestir. Þið megið skilja þetta þannig að ég hafi eitthvað á móti þessari verksmiðju. Ég samþykkti nú að tilur þessari verksmiðju hérna þegar hún var sett á laggirnar og var nú bara stoltur af því. En ég veit að loftgæðin, þetta er, sko, það er ekkert þetta er allt saman jákvætt. En við verðum bara að horfast í augu við það að frárenslismálin eru ekki hérna, það er ekki búið að leysa þau. Ég ætlast ekki til að bæjarstjóri og sviðsstjóri setji sig í einhverja sérfræðingastöðu. Þess vegna legg ég til og kemur tillögu það að þeir skipi starfshóp fagmanna til þess að rýna þessi mál, svo við bara treystum ekki á einhverja svo við þurfum ekki að treysta á einhverjar ég vil bara fá mat á því. Ef við lesið skýrslu frá Heilbrigðisstofnun þá er það náttúrulega ljóst að þessi mál eru óleyst og ég bara sem bæjarfulltrúi bara á þessu ári núna fram meðan þetta tilraunaleyfi er að renna út að þá bara hefði ég vilja bara fá að fylgjast betur með og fá bara raun skýrslur þetta frá óháðum aðilum. Sérfræðingar, það er og sko heilbrigðiseftirlitið, jú, þeir eru með sína skýrslu, en ég hefði viljað, sko, það má vel vera það væri ekki vitlaust, það væri fulltrúi úr þeim í þessum starfshóp. En mér finnst það bara það mikið í húi fyrir okkur að við fylgjumst bara vel með þessu. Við getum ekki vísa ábyrgðinni endalaust á einhverja embættismenn. Ok. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Orðið er laust. Vilt þú bæta ykkur við þetta, Ármann? Nei? Já, gjör svo vel, Marta. Þú ert að vera að hendi með penna bara. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi ferli, þetta er frummatsskýrsla. Ég veit ekki að það sé eitthvað frekara mat framöndan. Nei. Gefa þær út. Þetta er bara matsskýrsla. Já, það kemur svo. Fengum drög af frummatsskýrslu ár 2015. Já. Svo gerðum við athugasemdir og þetta áfram. Hérna er áfram að vinna hana. Svo fá hana núna aftur sem frummatsskýrslu. Okay. Og veitum umsögn. Veitum kannski umsögn frávituna, við viljum að hún sé skoðuð betur. Þá er það að svara þessar umsögn, þeir verða að svara þessum rökum. Ekki ósvipað í deilskipulagsmálum þeirra. Já, þeir verða að svara þessum athugasemdum. Það sem við segjum núna verða að svara með rökum í frummatsskýrslunni sjálfur. Já. Já, eins og Ármann segir, þá er þetta draugaskýrslu sem við erum að leggja umsögn og fáum svo svar við. Ég er alveg sammála Palli og við þurfum að fylgja eftir þessum frárenslismálum. Ég hef ekki haft áhyggjur af vatnsverndinni á þessu svæði því mér skilst að þetta sé ekki á svæði vatnsbólsins. Það hefði þó líka strax komið fram í skipulagi svæðinu sem hefur farið fyrir heilbrigðiseftirlitið sem náttúrulega gefur út starfsleyfið og hefur þetta eftirlit með fyrirtækinu. En eins og ég segi, ég er alveg fylgjandi því að við höldum vel utan mál, fylgjum því eftir, pössum upp að við fáum fullnægjandi svör, ekki bara eitthvað svar.
ég bara væri til að, ég átti mikið heldur alveg á þessi starfshóp sem Páll Jóhann talar og velti fyrir mig hvort það sé einmitt tímabært. Ef við erum komið með athugasemd sem við bíðum svara, hvort það sé einmitt tímabært og við erum svona aðeins að stilla okkur af og sjá hvað verður. En vera samt velvakandi.
handbæru fé. Það eftir þessa aðgerð þá nú eitthvað eftir samt sem áður. Þannig að bæjarráð ræddi það lítillega á síðasta fundi. En ef ykkur vill taka til máls undir þessum lið, að við þekkjum svo sem öll söguna og hvernig fór með hljóðhönnun og annað og það verið að bregðast við því. Það sem sagt á milli stofa. Þurfum við eitthvað að fara ítarlegra í þá framkvæmd? Ármann, viltu bæta ykkur við þetta? Nei. Vill eitthvað taka til máls? Ef ekki, já, gjör svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar og gestir. Ef maður rétt á er þetta nú mál sem var tekist á svona hérna í fjárhagsáætluninni, þannig að ég fagna því nú að þetta sé þó komið inn, því það nú einhvern veginn þannig að vandamálun það engin lausn að fresta vandamálunum. Þannig að ég hef alltaf verið inn á því að þessar byggingar sem við vorum að gera, það væri nú bara best að klára þær, heldur en að fresta nokkur ár einhverjum lagfæringum sem að vita að þarf að laga, sko. Þannig að þetta er eina þeim, þannig að ég er svona aðeins bara að minna á það að það er engin lausn að fresta vandann. Það er bara best að klára það og hefði náttúrulega verið heilnæst að hafa þetta bara inn í fjárhagsáætlun. En þannig er þetta og það kemur ekkert óvart þó að kemur fleiri viðaukar og það sem við myndum klára fleiri galla sem þarf að laga. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Við vorum aðeins að velta fyrir okkur ef ég fæ mig leyfi fundarins að fara aðeins eitt mál aftur þar sem við vorum að bóka undir metanólverksmiðjuna og þessa frummatsskýrslu. Bókunin var í rauninni að við myndum taka undir þessa athugasemd frá umhverfis- og ferðamálanefnd og að bæjarráði yrði falið að fylgja henni eftir. Ég var aðeins að spyrja Ármann út í þetta, hvort við þurftum að taka einhverja sérstaka afgreiðslu á skýrslunni sjálfri á þessum fundi. Þið takið undir bókun umhverfis- og ferðamálanefndar, ég ekki nema kannski þurfa að kjósa samþykkt samhljóða. Já, ef ekki bara allir varin góður. Samþykkt samhljóða. Já, þannig ef ég má þá bera þetta undir fundin eins og við fylgjum öllum reglum sem okkur ber að gera, að þá ætla ég að leggja þessa bókun, hérna bæjarstjórn tekur undir bókun umhverfis- og ferðamálanefndar og felur bæjarráði að fylgja málinu eftir þeir sem eru sammála þessu réttu pönt og það er samþykkt samhljóða. Takk. Og þá fyrir við aftur í tónlistarskóla og viðaukann þar. Einhverjir sem vilja tjá sig, gjörðu svo vel, Ásson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að biðja þig, Ármann, að rifja upp með mér. Við erum að samþykkja núna 2,5 milljón. Hvað er eftir í rauninni af þessu verki? Ertu með það svona, man það ekki alveg út frá hans stöða? Sko, það eru þá eftir að klæða alla útveggi í tónlistarskólanum. Það er ekki inn í þessu. Eina sem við erum að biðja hér er að klára fellivegginn sem aðskilur 2 stofur til þess að sé að þetta ganga svona uppleggi með þessu var til þess að geta gengið sómasamlega frá verkinu. En það sem er eftir er að klæða alla útveggi í húsinu og það fylgir því að taka niður allar rafmagnsrennurnar og klæða inn í gluggana og stytta gerviloftin og þetta er bara töluleg framkvæmd og það þýðir bara tónlistarskólinn lokaður og meðan ekki að gera þetta í einhverjum svakalugum bútum, sko. En þetta er svolítið aðgerð og við metum kostnaðinn á rúma 10 milljónir
bara fyrir það, sko. Þannig að það er það sem er eftir, já. Og við ræddum einmitt í bæjarráði síðast hvort það væri ekki bara ágætt að klára þessar framkvæmdir. Við frestum í rauninni þessu til ársins 2019. Þannig að mér finnst að við eigum að skoða það mjög ítarlega. Og hafa þetta ekki hangandi yfir okkur. Ég sótti náttúrulega bara þessa 2,5 vegna þess að restinni var hafnað í fjársáttmálagerð. En ég ætti þá að taka þetta saman og kannski koma með annan í kjölfarið. Já. Allavega fannst mér svona vilji fyrir því í bæjarráði, sko. Er það ekki rétt munna hjá mér allavega? Eins og umræðan var það, já. Já, takk fyrir. Ok. Orðið er laust, ef eitthvað vill tjá sig um þetta. Það er rétt það sem Ásrún er að segja, við ræddum þetta í bæjarráði þetta rask sem verður við allar þessar aðgerðir í tónlistarskólanum, að það er kannski betra að við færðum þessa aðgerð dálítið aftarlega. En það er þá bara afstæða sem við þurfum að taka fyrir þegar það kemur inn. En ég ber þá þennan viðauka upp til samþykktar, þeir sem eru sammála þessum viðauka við tónlistarskólaframkvæmdir rétt upp hönd. Viðaukinn er samþykktur samhliða. Og við erum þá komin í 12. mál sem er óskum hraðatakmarkandi aðgerðir á Gerðavöllum. Það er búið að fara yfir, ekki búið að fara yfir þetta mál í skipulagsnefndinni og það er verið að óska eftir viðauka sem að bæjarráðið líka búið að taka fyrir. Þetta eru 17.000 krónur vegna hraðatakmarkandi aðgerðir hérna við Gerðavellina þegar við kemur út úr Hringtorginu og það er verið að leggja til að hann verði samþykktur hérna og fjármagnaður með lækkun á handbæru fé. Orðið er laust. Já, inn í þessu er líka efstarun, takk fyrir ábendinguna. 2 hraðahindranir. Ef ekki er óskað eftir að tjá sig, þá ætla ég að bera þennan viðauka upp til samþykktar, þeir sem eru sammála þessum viðauka rétt upp hönd. Hann er samþykktur samhliða. Og þá er það umhverfisverðlaun og reglur þau. Í 13. máli, það er búið að taka saman reglur sem að hafa farið fyrir nefndina líka. Sú breyting verður á, sú megin breyting verður á að nú verður ekki lengur afhent umhverfisverðlaun á hverju einasta ári, heldur annað hvert ár. Og þau ár sem að bera upp á sléttatölu. Þannig að það verður ekki umhverfisverðlaun í ár, heldur næsta sumar. Og það er alveg aðgerðaáætlun þarna inn í þessum reglum, hvenær er farið á stúfana og hversu mörg verðlaunin eru. En orðið er laust, ef einhverju vilja tjá sig viltu gera einhverja grein fyrir þessum reglum frekar? Ármann eða? Nei, þetta er ekki langt, þetta eru 6 greinar. Bara skjótið eða spurningar? Bara fínar, einfaldar reglur, skýrar, bara mjög flott. Já, bara mjög flott að fá þetta. Ef ekki, já, fyrirgefðu Jón Rut. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara fagna þessu komna reglur. Þótt að sumir finnst þetta kannski sérstaklega þessu komna reglur þetta. Það er bara nauðsynlegt af því að ég er búin að var í þessari nefnd hérna einu sinni og þetta hefur stundum verið svona svolítið ekkert alveg nógu vel skipulagt kringum þetta að fara seint að skoða garða og það er allt búið að fjúka fjandast til og nú er bara komið í reglunar að garðarnir eru skoðaðir í byrjun júlí og þannig að það er svona þegar það er að vera fullir blóma og svona litlir einfaldir hluti sem er að nynni sem ég var mjög sátt við að sjá og þannig að ég held að þetta sé bara, ég er mjög ánægð með eitthvað frumkvæði að hafa skellt í reglur með þetta. Já, ég tek undir þetta með Jón Rut. Ef ekki fleiri vilja taka til máls þá ætla ég að bera reglurnar upp til samþykktar í bæjarstjórn. Þeir sem eru sammála þessu reglum rétt upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Þá er komið að
breytingum á aðalfulltrúa í stjórn atvinnuþróunarfélagsins Heklunar. Lagt til hér að nýr bæjarstjóri Fannar Jónasson verði aðalmaður í stjórn atvinnuþróunarfélags Heklunar í stað Róberts Ragnarssonar. Orðið er laust ef ykkur vill tjá sig þær mannabreytingar. Ef ekki þá ætla ég að bera þessa mannabreytingu, þessi skipti í stjórn upp til samþykktar. Þeir sem eru sammála þessu réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og svo er það stjórn Kvikunar, þar sem að nú setið hefur Róbert Ragnarsson fráfarandi bæjarstjóri og það er lagt til hér að Fannar Jónasson verði aðalmaður í hans stað. Og ef ykkur vill tjá sig undir því þá er orðið laust. Ef ekki þá beri það upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru sammála þessum breytingum réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og í 16. lið þá er Reykjanes jarðvangur eða geopark. Þar er breyting á aðalfulltrúa í stjórn líka og það eru sömu mannabreytingar þar að nýr bæjarstjóri Fannar Jónasson kemur inn í stað fráfarandi Róberts Ragnarssonar. Orðið er laust. Ef ekki þá ber ég það upp til samþykktar. Þeir sem eru sammála þessari breytingu. Það er samþykkt samhljóða. Og ég vil bara við þetta þakka Róberti fyrir sína setu í þessum stjórnum. Og þá er það 17. mál á dagskrá. Nei, það er ekki 17. mál á opinni dagskrá, heldur eru fundagerðir sem að taka næst við og þá ljúkum við útsendingu.